Þvílíkt að vera hérna syngja bara með kórnum, sko. Nákvæmlega. Ekki byrja bara. Nú! Annað jarðskjálfti. Wow, þetta er eftirskjálfti. Geðveikt. Við byrjum bara. Hrist upp í þessu. Hrist upp í þessu. Pældi í samt af því að við erum búin að spjalla svolítið saman. Þetta er búin að vera lengi í vinnslu. Þetta er byrjaður. Við erum byrjaðir. Þetta er búin lengi í vinnslu. Hvað? Að fá þig hingað. Já, einmitt. Þegar ég var að hugsa þetta í blá byrjun, þá segja ok, Kári, ég var að ná Kára í fyrsta þáttinn. Svo varst þú eiginlega bara líka við næstur á blaði, sko. Það er ótrúlegt. En þú varst tregur til að koma, sko. Já. Það var langan tíma. Þú vildi bíða eftir að myndi koma út. Já, eða svona, ég vildi bíða eftir hérna svona rétta tímapunktunum, sko. Því ég sá alltaf fyrir mér áður en að þú byrjaðir. Það er nefnilega svo magnað. Það er það sem er svo klikkað í þessu. Að sko 2 árum, 1,5 ári áður en þú byrjar með þetta, þá var ég alltaf með í hausnum að Sölvi þyrfti að einhvern veginn bara að podcasta þetta, þannig að ég fengi svona tækifæri til þess að segja hérna söguna. Því að þetta er djúpu skratti, sko. Þetta er djúpu skratti. Þetta er svo djúpt. Og okkur vildur þú segja þetta hjá mér? Sko, ég vildi ekki segja þetta hjá þér, sko. Nei. Ég keypti bara podcastgræjur fyrir þig. Fyrir mig? Nú, býttu nú við. Ég keypti bara alla græjur, bjóti svona flott borð og allt, og bara með svona setupi. Og ég hugsaði alltaf bara, ég hringi í Sölva og ég fæ hann til þess að mæta alveg grjótarðan og fara í gegnum þetta. Og ástæðan eiginlega fyrir því að ég vildi það er að ég treysti engum betur til þess að svona unwrappa þetta. Það er svolítið, þakkaði fyrir. Já, og líka bara það, sko, ég veit að þú spyrð hérna erfiðara spurninga og svona, en svo þekkir líka, þú hefur aðeins fylgst með mér í gegnum tíðina, þannig að þú veist svolítið hvaðan ég er að koma. Já, ég náttúrulega búin að þekkja þig og ég þekkti þið alveg þegar þú varst að byrja að þjálfa stelpunar og ég fór á æfingu. Já, þú komst á æfingu? Ég kom á æfingu, já. Varstu búin að gleyma því? Ég gleymi því alltaf. Ég kom á æfingu. Já, þú hittir þær. Svo ertu mættur hérna núna og þá bara eru jarðskjálftar á fullu. Já, ég veit það. Það er maður hrist upp í þessu. Bara, fyrir þá sem er að hlusta og orfa, það er bara búið að vera einu morgun bara jarðskjálftar. Ég veit það, sko. Þú veit þetta ruglað mér. Manstu eftir því þegar við hittumst fyrst, þá settist ég í stólinu þér. Ég veit það. Manstu eftir því? Já, gleymi því aldrei. Ég held ég að koma tíðin og við vorum búin að plana að taka 3 korter eða eitthvað og vorum allir 4 tíma. 5 tíma. Já, það er svolítið mér líkt, sko. Er það þér líkt? Já, menn segja að ég sé erfiður í hurðinni og svona. Ég er erfitt með að hætta. Hvað er erfiður í hurðinni? Ég bara fer ekki. Ok. Já, þetta var mjög eftirminnilegt þegar við hittumst. Já. Og það er gaman að fylgjast með þér frá þeim tíma. Það búið að vera magnað að horfa á þig, sko. Já, hvernig þá? Það er bara svona staðurinn sem þú varst á þá, sko. Já, öðruvísin í dag. Ertu að grínast? Býtu... Maður sér þetta ekki sjálfur, sko. Nei. Það var kvíði í kallinum. Já. Rosalega kvíði í kallinum. Já. Hann er orðin skári. Ég held að hann sé orðin miklu betri. Já, það er rétt. Vá, ertu að grínast? Þú voru að gefa sjálfur þér kredit, sko. Já, maður sér þetta ekki sjálfur. Jesús minn góður. En það er búið að vera svolítið hit á þér. Svona í gegnum síðustu ár. Það er alltaf þegar að koma sko, það er svona langaðið mig líka svo mikið að fá því hérna. Því ég lít svo á að hjá þeim sem er að gagnrýna þig, sértu mjög miskilin. Það er að segja, mér finnst fólk ekki alveg skilja heildarkonseptið og ef það myndi skilja það, þá myndi það kannski ekki gagnrýnið á sama hátt og það gerir, sko. En maður eru alltaf séð reglulega poppu fréttir á síðustu árum, síðan þú byrjar að þjálfa stelpunar. Og það hefur yfirleitt verið einhvern veginn svona svaka kontroversi eða eitthvað, síðan kemur þessi mynd núna og þá er svona í fyrsta skipti sem er allavega að koma eitthvað samhengi í þetta. Og hvernig er búið að vera fyrir þig að vera inn í... Vera hattaður. Já, það hafa alveg komið tímar sem þú hefur verið hattaður, já. Hvernig er það? Það er bara gott á mig, sko. Ok. Ég er ekkert of góður fyrir það. Nei. Og ég meina, hvað ég að segja, sko, ég er voða lítið að pæla í því, sko. Ég er bara dálítið að, eða svona mín ósk er eiginlega bara að ég sé ekki stoppaður í því sem ég er að gera, sko. Ok.
og meðan ég ekki stoppaður þá ég bara góður af því að það svo mikið af fólki að taka þátt í þessu og það fólki sem skiptir máli sko fyrir mig, það að segja skoðun þeirra og hvað þeim finnst og svo framins. Og það áhrifarhringurinn minn, ég get ekkert stýrt neinu öðru eða ég get ekkert þú veist, ég ekki í einhverjum svona að reyna að öðlast einhverjar eða þú veist, fá einhverjar vinsældir eða eitthvað svoleiðis. Má sætnóti að þú komst í Samtölum berfættur, þannig að það fyrsta skipti sem ég er að taka viðtala sem báður berfættur. Akkur ertu berfættur í Samtölum? Ég bara gerir þetta alltaf, sko. Veist, ég í vinnunni þá ég með, sko, eina gallabuxur, eða, sko, ég á 5 skyrtur alveg eins, eina gallabuxur, svo vil ég helst ekki fyrir sokka, svo ég 2 svona pör og svo í dag að þá þetta svolítið nýja trendi, sko. Það bara aðfinna peysa. Þannig ég bara, þetta svolítið svona, Steve Jobs feelingur, bara vera ekki að flækja hlutina á mikið, í einhverjum fatnaði. Skil ég. En þú sagðir, á meðan þú ert ekki stoppaður, búið að reyna að stoppa þig? Sko, fólk kannski ekki að reyna, sko, ég held að fólk sé kannski ekki beint að reyna það, en það sem margir gera stoppar þetta. Það eru margir að einhvern veginn að svona hoppa einhvern veginn fram á sviðið og tala þetta niður og einhverju sem eiga sárt að binda eftir að ég konfrontaði þá með einhverja hluti og svona, það þannig sem ég upplifi þetta, sko. En einhverju sem eigum sárt að binda, það ekki dálítið dramatískt að segja einhverju sárt að binda eftir... Ja, þetta náttúrulega hræðilegt að maður að challengea einhverja foreldra eða eitthvað fólk í hreyfingunni, skilur. Það náttúrulega verða minn litlir í sér. Ég tók eftir því þegar þú varst í viðtalinu í Kastljósinu þegar að þú spurður, það eru börn sem eru traumatiserið af því ég þekki þig, þá sá ég að þið brá bara. Já. Þú veist, þér fannst það vera dálítið vel í lagt. Það búið að vera erfiðast í þessu. Ok, hvernig þá? Það bara rosalegt mála að saka einhvern að traumata þessa börn, sko. Og þetta er svo óvægið, sko, vegna þess að tökum sem dæmi þegar, sko, því eina skipti sem ég hef verið sakaður það var þegar ég var í Stjörnunni. Þú veist, það hefur aldrei gerst fyrir það síðar í minni 32 ára þjálfarasögu og ég hef verið sakaður það og þar var ég með sko 9 og 10 ára stelpur, ég var með 8 og 9 ára stelpur þar og þar var ég engin fantur við börn, ég var bara fantur við foreldra. Þú veist, ég var bara að keyra þessa foreldra áfram og ég gerði rosaleg mistök að ætla að keyra svona prógram inn í Íslensku íþróttafélagi. Af hverju? Af því að, sko, ég hef aldrei labbað inn í íþróttafélagi þar sem að menn hafa sagt mér í raun og veru hvað félagi stendur fyrir. Þú veist, þetta svolítið þannig að þú kemur inn í félagi, sko, að þá þetta bara svona, þetta á að vera einhvern veginn allt fyrir alla. Okay. Og ég hugsa með mér að því að á þeim tíma þá átti ég dóttur. Dóttir mín byrjar að mæta á æfingar 6 ára. Og þá var ég raun og veru hættur. Ég var hættur að þjálfa. Þá var ég nýbúin að klára FSU-verkefnið og ég var eiginlega bara svona, ég hef svo rosalega lítinn áhuga á, sko, körfubolta. Ég hef engan áhuga á körfubolta, ef ég segir þessu Ok. Ég held ég skilja okkur úr að segja þetta, en þú eru útskýrð aðeins fyrir fólki því þegar líf þitt búið að snúast mjög mikið körfubolta. Hvernig getur þú sagt að þú hafir engan áhuga á körfubolta? Sko, ég var eiginlega bara svona búin að fá svolítið upp í kokk og mig langaði alltaf í raun og veru bara til þess að vera að vinna með, sko, krakka og úlinga, láta gott að mig leiða þar. Af því mér fannst ég sitja á einhverju mjög spes. Og svo það bara þannig að þegar ég var í fjölbrautaskólanum á Suðurlandi að það eiginlega það næsta sem ég hef komist í að bara að keyra mitt eigið prógram. Þú veist, þá var það þannig að ég var í samvinnu við skólan og skólastjórinn þar sem að, sko, já, það má alveg bara taka það fram, sko, ég hefði aldrei getað keyrt FSU-prógramið eða hefði ekki verið fyrir hann. Því hann sagði bara við mig, það sem við viljum fá bara ný stereotýpa inn í skólan og við töluðum svolítið hnakka menningun á þeim tíma inn í FSU og við sögum bara við skulum bara búa til nýja staðalímynd, sko, fyrir töffarann sem bara íþróttafólk
sem bara sinna námi og bara að allra afreka eitthvað í lífinu. FSU, fyrir þá sem ekki þekkja það, þá tókstu Fjölbrautaskóla Suðurlandsstúrstjórinn og að þjálfa þá hvað stráka á menntaskóla aldrei og þið fóruð upp 2 deildir á 2 árum eða? 3 árum. Sérstu, þú voru konir í úrvalsdeild á 3 árum. Og þið komist í úrslitakeppni eða ekki? Já, við vorum bara hársbreytt frá því og þetta var svo merkilegt, sko, ég ætlaði bara að vera 2 ár, svo ákvaði ég að vera 3. árið og á 3. árinu þá vinnum við þetta og ég alltaf að reyna að koma mér út úr þessu, af því að sko, ég í raun og veru bara að sko, yfirlýst mótiv var að testa hugbúnaðinn sem að fyrirtækið mitt var að búa til, sko, því að á þeim tíma vorum við að fara í skíin og við vorum að tengja þjálfara á milli og ég sko hef alltaf haft reynslu að ég að nota hugbúnaðinn og það var svona yfirlýst markmið. Já, þú ert með þá hugbúnað í þjálfun á þessum tíma og þú ætlar að testa þinn eigin og þú ætlar að testa þinn eigin hugbúnað á þessum. Já, við vorum bara svona að testa svona, hvernig að vinna með þetta svona, í svona nettverki og ég þá búin að vera sko ráðgjafi hjá stærstu íþróttaliðum í heimi og mér leið svona eins og ég kynni ekki á þetta sko, af því að sko valjúði mér var alltaf, ég var ekki sko tölvugaðin, ég var alltaf þjálfarinn, þannig að menn leituðu við mig þannig og það var ástæðan fyrir því ég fór á Selfoss og svo sama tíma þá ég farin að vinna með FIBA World og þeir biðja mig að taka af mér alls konar verkefni eins og til dæmis að búa til allt fræðslefni fyrir heimssambandið og ég var í því í 4 ár og mér vantaði umhverfi og skólanum við slóum svona margar flugur í einu höggi bara með því að gera þetta en svo bara sprakk þetta út og ég einhvern veginn bara þurfti að skvetta bensinni og kveikja í úrvalsdeildarliði og bara kveikja í og fara þannig að á síðasta árin okkar þá til dæmis tók ég aldrei nýja stráka því að ég var í raun og veru að reyna bara að sko leggja félaginu í úrvalsdeild. Af hverju? Mér langaði þetta ekki sko, mér langaði ekki að vera þarna. En kannski ekki þá haldið áfram og skilið þannig við að myndi ykkur annar taka við? Það hægra setning gerst, skal ég segja þér. Ok, af hverju? Af því að þú þarft að vera mjög hæfur til þess að gera það. Ég meina þú sér það, ég með stráka sem að borga æfingagjöld í deild þar sem allir fá borgað. Já, þeir voru að borga þeir fóru að spila í úrvalsdeild. Já, ég meina, ég gleymi þið aldrei. Ég glotti svolítið í kampin þegar við unnum Njarðvík í fyrsta leik og ég var að bera saman budgetið sko. Mínir drengir að borga og sko þetta var ekki bara það þeir borguðu æfingagjöld. Þú veist, þeir voru allir að koma einhvers staðar frá. Þeir borguðu leigu, þeir borguðu mat og og svo létu þeir öskra á sig reglulega og ég meina að það var eitt strákur sem fikk tilboð upp á 500.000 kall í úrvalsdeildarlið sko, þá voru reyndar í fyrstu deildinni og hann sagði nei, ég ætla frekar að vera á Selfossi og láta garga á mig og djöflast í mér og borga mín æfingagjöld og menn hafa ekki trúið, ég meina ég fór einhvern tímann inn á sko formannafund hjá KKÍ sko, því að ég var líka formaður sko og þar voru einhverjir sé að fara að ræða fjáraflanir og ég var að segja þeim frá fjáröflun FSU og ég sagði já, við fáum minn 3,5 kúla alltaf í byrjun ársins fyrir æfingagjöldin og þá hló einn af mér og sagði Brynjar er allir löngu hættir að taka æfingagjöldin úr yngri flokkunum og setja það inn í meistaraflokkinn og ég sagði nei, þetta er meistaraflokkin þetta er bara hlóðin og þú veist, og þetta er ekki ennþá registrerað sko. Mér finnst alltaf svo magnað þessar pælingar sko að sko við erum ekki mótiveruð af peningum eða þörfum okkar er mætt en þá þarfst að finna tilgang það trompar allt og það er það sem að ég er svo gaman af Við erum ekki mótiveruð af peningum þú veist, ef að þörfum þínum er mætt og þú þarft ekki að, þú veist, hafa ágjur af fæði og klæði og þakki yfir höfuðið að þá gengur þetta allt út á að finna tilgang sko, því að það er það sem að fólki í raun og veru er að sækjast eftir Frábær punktur, en enga síður eru samt rosalega margir sem eru búin að mæta grunnþörfunum sínum en eru samt mótiverað af peningum alla ævi. Já, og það er náttúrulega gerist ef þú finnur ekki tilgangin. Einmitt. Mundirðu þá, við kannski komum betur enn það eftir, mundirðu þá kannski að í einhverju leiti vera að argjúa það að rosalega stór hópur af Íslendingum sé ekki með tilgang eða finn ekki tilgang. Þess vegna síðan við svona mikið... Það er að stilla mér svona upp. Ég bara... Skilur út af því þess vegna erum við erum rosa mikið efnishyggju samfélag og fólk er einhvern veginn rosalega mikið að drífa sig áfram á neyslu og á peningum og öllu þessu dóti, en er það ekki þá í grunninn kannski oft út af því að
þið vantar tilgang og þá þetta einhvern veginn svona mest obvious að búa til tilgang úr þessu. Sko ég svo ruglaða sko því að fyrsta spurningin hjá þér, hún gekk þarna út á sko þegar við vorum að byrja, þegar ég var að byrja hérna að þjálfa stelpunar, við erum komin í alveg geðveikt sætur. Ég veit það. Verður þetta svona? Nei, þetta verður svona. Þetta verður fram og tilbaka. Við komum inn á það sem Segðu þetta aftur við mig. Að því þú sagðir þetta með að ef að frumþörfum okkar verið mætt, þá værum við ekki dreifin áfram af peningum. Já, peningum og bikurum og bara svona efnislega hlutum sko. Að því gefnu að við hefðum tilgang. Og ég algjörlega sammálaðir, en hins vegar lætur þetta mig hugsa hvers vegna eru þá svona rosalega margir flest allir á Íslandi eru í þeirri stöðu að grunnþörfum þeirra mætt. Samt erum við samfélag sem rosalega mótiverið af peningum. Segir það þó ekki okkur að það vantar almennt tilgang hjá fólki? Jú. Er það ekki? Jú. Þetta mér það frekar obvious, sko. Já. Og ég meina, þú veist, ég að fá fólki mín í Key Habits bara alltaf að vinna í tilgangnum, sko. Og ég meina, það er bara value í því fyrir fólk að finna tilgang, sko. Við höfum eitthvað að flakka fram og tilbaka, mér langar að taka þennan punkt meira á eftir, sko. Já. En þetta með FSU, ástæðan fyrir mér langar að tala um það er að margir nú verið að ræða um þig úr að þjálfa stelpunar og þá finnst mér hafa vantað inn í samhengið saga mín. Þú veist, þú ert ekki kannski, ég ætla ekki að segja, þú ert alveg rosalega langt frá því að vera einhver hefðbundin yngri flokka þjálfari á Íslandi. Já. Í raun og veru myndu mjög margir spyrja af hverju ósköpunum ert að þjálfa yngri flokk þegar þú ert það hæfur í að þjálfa í körfubolta og þú gætir í raun og veru verið að þjálfa nánast hvaða lið sem er á Íslandi. Já, því ég fann tilgangin. Ok. Hvernig fannst það? Nei, ég bara áttaði með það. Ég meina, þetta er að púslast daldi hjá mér, sko. Nefnilega, ég ætlaði mér að vera þjálfari, ég var 9 ára gamall. Og þú veist, þá voru fyrirmyndirna mínar, sko, þjálfarar. Mér vantaði smá fyrirmynd í lífið, sko. Og ég sá bara einhverja, þú veist, auma yngri flokka þjálfara og mér langaði að vera svo þeir, sko. Okay. Bara menn sem að, þú veist, ég segi aumir, þú veist, þá er ég bara að meina menn sem að fengu ekkert borgað fyrir þetta og voru bara, þú veist, ég var með æðislegan þjálfara, Sigvalda Ingimundarsson, sem að var líka, leikfimskennari í Breiðholti, þetta var bara svona faðirfiggjur og frábærkall og hann var ekkert eitthvað besti í körfuboltaþjálfari, hann hafði aldrei spilað körfubolta, sko, en bara, og ég smitaðist af því og ég man til dæmis eftir því að, þú veist, ég var svona með betri fótbolta í bekknum, ég fekk einu sinni flautu og ég safnaði saman öllum 6 ára strákunum og svona var að ímynda mér ég væri að þjálfa það, ég gerði ekkert annað en að dæma leikinn hjá þeim og svo hélt ég kladda og mér fannst þetta geggjað. Þú var 6 ára? Nei, ég var 9 ára. 9 ára? Já. Og ég hef aldrei kvikað frá þessu. Það ætla að vera þjálfari. En samt spilaðir þú varst líka leikmaður? Já, og var landsliðsmaður og fór á skólastyrk í Ameríku og mjög snemma alltaf mótiveraður að hugsa, sko, já, ég ætla að fara lengra í boltanum bara til þess að geta orðið betur þjálfari. Fekk fyrsta liðið mitt, sko, 15 ára gamall. Það var ótrúlegt, þá var ég komin í meistaraflokk 15 ára, bara að æfa meistaraflokki og man alltaf eftir því þegar kemur inn stjórnarmaður, þetta var svona í gamla daga, þú veist, það bara kemur inn stjórnarmaður og segir heyrðu, við erum í 12 ára lið, strákar, það verður einhver að taka þennan hóp, hann er búin að vera án þjálfari í viku og ég var bara alltaf að krossa fingur, sko, enginn myndi taka þá. Og svo gengur þetta í 2 vikur þangað til ég bara, heyrðu, má ég? Og hugsaði ég var 15 ára og fekk hópinn. Okay. Og þjálfaði þá í 2 ár og besti vinur minn í dag er úr þeim hópi. Okay. Hver er það? Albert í Lindex. Okay. Og fannstu þá strax þarna þegar þú byrjar að þjálfa 15 ára að þarna væri komin á þín hillu? Ég man ekkert sérstaklega eftir því, sko. Svo fer ég í high school, fæ ofboðslega góða þjálfun og það var alltaf svona turning point fyrir mig, sko, því að ég hafði passionið og áhugan og svo lendi ég í þjálfara sem ég raun og veru, sko, innréttar leikfræðan og tæknin og setur inn enn grunn sem ég hafði aldrei fengið. Ég glósaði, sko, eins og vindurinn þetta ár, 17 ára gamall. Varstu í Bandaríkjunum? Já. Og ég var allan daginn að, ég á ennþá þess að glósa, sko, bara að byrja á því að búa til grunnina því sem ég síðan myndi gera, sko, faglega. Því mér vantaði faglega þekkingu til þess að ég raun og veru, og þetta var svo geðveikt, sko. Þetta var svo mikil progression og mikil struktúr. Er þetta
þjálfarinn þar sem þú sagði mér einhvern veginn sögði þegar þú hefðir ætlað að fara að vera með einhverja stælin á vellinum og hann Manstu þessa og sögu? rífur Manstu allt krakki. sumt. Það vílít. Já, sko, ég kem náttúrulega bara úr Breiðholtinu, þú veist, villingur. Og og þú veist, og hann búinn að vera rosa næs, bara svona, og ég greinilega ekki að fatta, sko, hvernig þetta síðan þegar seasoni byrjar. Þessi, þetta allt annað að hitta þjálfara, þú veist, og svo lesir þetta hjá mér, sko. Þú veist, ég bara teddybear, þannig til við erum komin inn á völlin. Þú veist, þá er þetta allt sett í gang. Þá byrjar þrillingurinn. Þá byrjar þetta, sko. Og við erum að spila einhvern leik og boltinn fyrir í hornið og ég átti að vera fremstur í pressun og trappa og það mátti ekki slá í boltan. En ég náttúrulega bara slæði boltan, teka hann og stel og skora og bara hann eitthvað kallar og segir nei og ég sagði eitthvað but I stole the ball og bara þú svarar hann ekki tilbaka og hann bara rífur mig út af og næstlegi rífur skýrstunum mína og svona hendi mér í áttin á bekknum og segir sko, ég sendi þið aftur heim í snjóhúsið þar sem þú komst og lærir ekki að halda kjafti og ég hafði aldrei fengið þetta og ég hugsaði bara wow, ég ætla ekki að fara heim og þetta var bara, ég man eftir því ég var bara trooper, ég var bara soldier eftir þetta er eina sem ég þurfti, bara yes sir. Þú segir soldier, þá bara frá þessu mómenti þá ákvæmstu bara hlýðunum í einu öllu? Bara, þetta var eina sem ég þurfti, ég hafði aldrei fengið ramma, aldrei fengið línu og þetta geggjað sko. Og þú veist, og svo náttúrulega bara, þetta var kaþólskur engaskóli, rosa disciplin og bara it made me sko. Og þú veist, og eftir það að þá sem sagt fæ ég lið, ég kem sem sagt heim eftir það og tek stráka sem voru bjeriðslið í Val, gerir þá Íslandsmeistar bara á fyrsta ári og rosalega peppar og rosalega til í þetta allt saman og það var þá sem ég sagði, þú veist, þetta er það sem ég ætla að gera. Þá fann ég mig sko. Þegar þú talar þetta með soldierinn og þetta með agan og allt þetta sem ég hugsa núna við höfum að taka þetta í allar áttir sem ég hugsa núna mitt þetta að ég hugsa sjálf á mig og ég hefði örugglega haft gott að því að fá stundum meiri ramma og meiri aga og allt þetta en gallinn við að verða þá síðan kannski að þú byrjar að venjast í að hlýða fólki einu öllu og nú ég að hugsa bara það sem er að gerast í samfélaginu núna með COVID og eitthvað svona ég er að hugsa sko rosalega er fólk hlýðið hvað er critical thinking að segja heyrðu, ég hlýði ekki hverju sem er sko ef það er verið að segja mér eitthvað sem meikar ekki sens þá verði ég að geta gagnrýnt hvað liggur línan þegar þú ert að þjálfa sérstaklega í börn og unglinga í að venja þau við að bara þú hlýðir Þetta er alveg frábær spurning og ef við værum að tala núna til dæmis her af því ég veit að þú stundum verið hrifin af ákveðnum vinnubröðum í hernum þá eru mjög margir hermenn til dæmis sem fóru í Íraksstríðið og bara hlýddu og svo núna segja þér shit, ég var að drepa fólk og þetta var bara tóm þvæla þetta stríð var bara byggt á tómri þvælu þannig að hvað liggur línan? Þetta er frábær spurning, ég held að línan sem sagt felist í því að þú þjálfar ekki í boðhætti þú veist og málið er líka bara þetta að sko þegar að menn stíga inn og þannig er þetta hjá mér og þess vegna finnst mér þetta stundum óvægið sko þegar að sko foreldrar fara að grenja yfir því hvernig sko ég er að gera kröfur á fólkið og það er að það er alltaf rosalega skýrt hvaða er sem við erum að gera og hvert við erum að fara og það eru ákveðnir tímar þar sem að við erum að negotiata þú veist, við negotiatum alveg á fullu og ég segi bara, eins og til dæmis bara því að þjálfa stelpur þá mennur að leikmenninir hafa input í hvernig hlutin eru gerðir þetta grínast, auðvitað það er það sem þetta gengur út á og eins og ég sagði þetta í myndin ég var að tala við það, sko, ég græði ekkert á því að vera með einhver vélmenni í kringum mig, sko það er ekki spurningin, sko tökum bara dæmi, ef ég og þú ætlum að fara í samstarf og tökum bara, gerum þetta aðeins flóknara, þú ert með dóttiðina og ég segi, sko prógrami það gengur rosalega mikið út á það að standardin hjá mér körfuboltalega, hann þarf að vera þannig að þú þarft að vera jafngóð eða betri sko tæknilega en strákarnir þú þarft að vera jafngóð eða betri varðandi leikfræði jafngóð eða betri varðandi baráttu
varandi svona líkamlega þáttinn, þá getur það, þú veist, þegar menn drengir fá þess að inngjöf til dæmis til að byrja með, þá þetta bara sem sagt orðið ósangjant, en allir hinir hlutirnir eitthvað sem við getum sem sagt kontrólað. Og ég með aðferðir og ég búin að gera þetta nógu lengi til þess að ég treysti mér til þess að gera það. Og svo byrja ég náttúrulega bara að tekja í bóksin og þú bara sér það. Ok, og þetta þá skilvirkni hliðin. Þetta þá leikfræðan og tæknin. Svo það hinvítin sem eru áhrifin og andinn og allt þetta. Þar segi ég, þar markmiðið þannig að ég vil kenna þessum stelpum að taka pláss, láti sér heyra, óhrættar við að gera mistök og setja sinni einn standard. Okay. Og ég presentera það hvað í því felst. Ég alltaf með markmið og mjög skýra aðgerðaráætlun og svo þarf fólk að skuldbinda sig gagnvart því. Síðan hlutverk okkar að þú heldur mér ábyrgum fyrir því sem ég ætla að gera og ég held þér ábyrgum fyrir því sem þú ætla að gera. Okay. Og ef þetta rosalega skýrt í byrjun, þá verður þetta svo auðvelt. Svo koma tímar, eins og ég geri alltaf, af því að nú ert þú foreldri, ef þetta verður leikmenn, þá tökum við ársfjórðungsfund. Og þá hætta menn að höggva sig í gegnum skóginn og þeir segja bara ok, nú ætlum við að klifra upp í tré og sjá aðeins hvað erum stattir. Þannig að það alltaf, there is time and place for everything. Okay. Það þarf að vera tími, það sem við negotiatum og förum yfir stefnuna og endurskoðum gildin okkar og viðmiðin okkar. En þess á milli að þá erum við bara, þú veist, going forward. Og hægt að nota sömu þessar aðferðir sem þú tala með, hægt að nota sömu aðferðir og til dæmis eins og þú verður kannski einu tilvíki að tala meistaraflokk, svo verður að tala eins og FSU, það er svona aðeins yngri og síðan núna stelpundar sem eru komna niður í talsverð minni aldur. Þetta alltaf sama, þetta er bara fólk sem að leggur á staði verkefni og að því að þú getur ekki alltaf verið að blanda þessu saman. Þú veist, það þarf að vera tími þar sem þú ert í stefnumótun og ert að gera aðgerðaráætlanir og ert að undirbúa þig og allt þetta og svo kemur tími þar sem þú ert að vinna og þú getur ekki verið að flakka þarna á milli. Þú veist, ég kenni stelpunum mínum til dæmis það til eitthvað sem heitir training mindset og trusting mindset. Og training mindset þegar þú mætir á æfingu og ert að analysa, ert að hugsa, ert að pæla í úlinum. En svo þegar við spilum og svona, þá það oft sem að ég segi nú verður að vera í trusting mindset, þá mátt ekki hugsa. Ég skil. Thinking makes your feet slow. Ég skil. Það þá kannski í heildarmyndin í þessu umræðu sem búið að vera núna í samfélaginu og þá kannski þeir sem að gagnrýna þig mikið að því þá kannski stóra forsendan sem að þú ert ósammála að fólk of mikið að gefa sér eða við erum ekki að gefa þessum stelpum nógu mikið kredit, þar að segja fólk of mikið að gefa sér að þetta séu bara börn og þú sért einhvern veginn bara svona algjörlega heilaþóðu, algjörlega stýra þeim að því þú ert að segja að það sé hægt að nota þessar svona frekar þroskuðu og fullorðslegu aðferðir á krakka á þessum aldri. Ég ætla að segja eitt, Sölvi, við erum að svíkja börnin okkar, Okay, við erum að vanmeta krakka allan daginn. Þetta er versta syndin í samfélagin. Við erum að vanmeta þessi börn. Fólk kemur til mín og segir það er ekki séns að krakkar geti talað svona. Það er ekki séns að krakkar geti vitnað í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það er ekki séns að krakkar hafi þetta svona innsæi eða hafi þennan vilja eða hafi þessa trú eða þú veist, og svo framvegis. Og ég get skilið það þegar að fólk hefur enga reynslu af því að vinna með börnum eða hefur enga reynslu af því að challengea börn. Þú getur bara að pröfa þetta og fólk ætti bara að pröfa þetta. Börn geta skilið allt ef þau eru að upplifa það og eru í aðstæðum sem þau geta tengt við og eru í leita við. Og þá þarft þú að vera tilbúið með leksíuna. Þá þarft þú að vera tilbúin að vinna með þeim og halda utan hlutina og hjálpa þeim að skilja. Og þá náðu öllu. Þú veist, ég stundum að velta því fyrir mér hvort við hefum ekki bara að taka kosningaldurinn niður í 12 ára. Þetta er komin á áhugaverðan punkt, af því ég er búin að vera með þetta þema svona nokkru sem í þessum þætti, ræddi þetta mitt aðeins og Óla Stef og síðan trefum við Sigmund Erni, þá vorum við að ræðum, hann var að ræðum þegar hann var á Akureyri og það var bara, það var engin alkohólisti, það var engin hommi, það var engin með geðsjúkdóm, þetta var allt bara slett og felt á yfirborðinu, svo byrja ákveðnir hópar allt í hennu fór rödd, allt í hennu máttu viðurkenna sér alkohólisti, allt í hennu fer fólk að koma út úr skápnum. Þá var ég að velta þessu upp, einn hópur sem ennþá bara einhvern veginn svona alveg utanveltu og það svo stórt blindspot að við tökum ekki einu svona eftir í, sem eru börn.
við spurjum börn ekki hvernig skólakerfið á að vera. Við spurjum, þú veist, við bara ákveðum þetta og þið bara hlýðið og þið fáið eiginlega ekki einu svona útskýring á því hvernig þetta á að vera. Þetta bara svona. Sko, það sem svolítið erfitt fyrir mig þegar ég að tala við þig, sko, það það að því að þú ert svo mikill samfélagsrýnir og þú ert svo mikið að pæla í svona stóru myndinu þarna, það sem ég ekki þjálfaður í, það eitthvað að vera að skipta mér rosalega mikið að því hvað aðrir að gera. Þú veist, ég dálítið dregin inn í það. Og þegar ég á eitthvað að kommenta á það, sko, hvað við erum að gera og hvernig íþróttarheimurinn Nei, ég að segja því þú ert að tala með þetta með börnin og þú ert að segja þetta með að við séum að svíkja börnin okkar, að þá hugsa ég einmitt bara, þú veist, einmitt þetta þurfi, og þú segir taka kosningaldurinn í 12 ár, að þá ég líka bara að hugsa, og þú veist, það væri mjög gaman að fá til dæmis eitthvað að stelpunum í viðtal hér. Það verður ekki að veik og það náttúrulega bara það sem þarf að gera. Já, ég að segja, það ekki að gefa þessum sko, til þess að fólk skilji að þau komið miklu lengur og skilja miklu meira en við gerum okkur grein fyrir. Já, þetta brútalt hvernig, sko, að því að þegar ég, sko, það var aldrei mitt plan að starta öllu þessu dóti. En ég áttaði mig á því mjög snemma að ef ég myndi bara standa í fæturnar og ekki kikna undan öllu þessu óformlega félagslegu taumhaldi, sko, og formulega reynda líka, að þá væri ég bara endalaust að detta einhverja veggi og ert ekki tilbúin að fara í röðina eða tilbúin að dansa með, sko, meiri hlutanum eða þeim sem ráða og allt þetta. Að þá verður þetta bara rosalegt vesen og mér finnst þetta mjög áhugavert, mér finnst þetta svo mikill skóli, þetta eykur virði mitt til dæmis bara í minni þjálfun á stjórnendum í fyrirtækjum og allt þetta. Það sem ég var aftur á móti aldrei undirbúinn var að þegar að fólk fyrir að tala að ég sé að heila þó einhvern og sé köldleiðtogi og sé barnafantur og þú veist, öll þessi gífuryrði, sko, að þá alltaf verið að tala niður þær. Og það náttúrulega líka verið að tala niður foreldrana og þetta, sko, ég stundum að eldaði fyrir mér hvort að þetta hafi verið mistök, þarna hugsaði ég ekki 2 sendingar fram í tíman, en svo hugsaði bara með mér, heyrðu, akkur hefur við að vera eitthvað væli fyrir þessu, ef að lífið svona, þú veist, ég að narrita þetta fyrir stelpunum mín allan daginn og þeim finnst þetta meiri háttar. Þeim finnst þetta geggjað. Hvað þá? Djöfulgangurinn sem búin að vera í gangi núna? Já, minna dóttir mín, sko, áreitið sem, sko, ég hefði getað verið búin að fara á forsíður allra blaðana og svona kvarta og væla undan því að það sé verið að leggja dóttir mína í einelti, sko. Hún kölluð lesbía þegar hún rakaði sér allt hárið og... Hver að kalla hana lesbía? Bara, þú veist, liði í skólanum og þú veist, og hún að verða fyrir svakalegu áreiti. Ég meina, síðast bara fyrir 2 dögum síðan var starffræði kennarinnar að tala að ég væri að, sko, koma út með komment, sagði ég væri köld leiðtogi og alls konar svona hlutir, sko, og hún alltaf les þetta. Kennarinnar að saka mig að vera, að þetta á... Ekki fyrir framan hina krakkana? Nei, hún bara á samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlum? Já. Þannig að kennari, hvað hún gömul? Hún verið 14 ára þess ári. Þannig að sama fólkið og djöflast í því að það sé verið að koma illa fram við börn. Já. Fer og talar pappa nemanda síns á samfélagsmiðlum á neikvæðan hátt. Já. Það náttúrulega galið. Og þetta svona, en málið bara, þetta allt í lagi. Þú veist, við ætlum ekki að vera einhvern fórnalamb í þessu. Sammála, en það galið að manneskjan sem að tala sem fórnalamb sé síðan að hegða sér svona. Herðu, það galið. Það var líka annað gott sem ég sá á samfélagsmiðlum daginn. Það var þá var einhver sem sagði, þetta nú meiri viðbjóðurinn, þessi þjálfari, þetta nú meira ógeðið að halda það að stelpur þurfa að læra ruslatal. Þú veist, það var eins og bara, hver þarf á því að halda? Ég sagði bara, þetta er bara mjög gott ruslatal, ógeð og viðbjóður, þetta er bara geggjað. Bring it on, sko. Þetta alveg styrla. Þannig að því að þú veist, ég skil alveg, þá þurfi ekki allir að vera sammála aðferðunni og ég skil alveg, en þú veist, það einhvern veginn, það mikill munur á því að segja bara, heyrðu, ég held að þetta hendi kannski ekki mér, eða mínu barni, eða að vera að tala og þú séð að traumatisera börn. Það talsvert mikil gjáð þarna á milli, sko. Já, og ég segi bara, ég get sjálfur mér kennt með það og maður á að taka tillit til
upplifun fólks, þú veist, maður á ekki að afgreiða það Nei. og þetta rosalega erfitt sko, af því að sko, eins og sást í myndinni, þá lagði ég til að hópnum yrði eljuskipt og það var náttúrulega vegna þess að á þeim tíma, sko, fyrstu 2 árin, þá var ég til dæmis í blótbindindi, þú veist ég hef alltaf notað svolítið af fúkeriðum sko, og ég fór í blótbindindi, svo fer ég svona átt að með því að þetta að því að ég að reyna að keyra upp svona aggressjón á æfingu og svona, og það alls konar hlutir sem við gerum varandi líkamstjáningu, það alls konar hlutir sem við gerum varandi kontakt, við erum alltaf að reyna að finna svolítið línuna, taktu svolítið á henni, þú veist, og allt þetta og láta hann að heyra það og það að vera að konfronta og krakkar elska þetta, og svo hugsaði með mér, heyrðu, ég geti kryddað þetta svo miklu betur og gert þetta svo miklu meira áriðandi og intens ef ég myndi koma með smá fúkerið inn. Og þá byrja ég til dæmis að sko, og ég var ekki mikið byrjar á þessu í stjörnunni, þetta var svona aðeins, við vorum aðeins byrja að ræða þetta, en þá valdi ég mjög góð orð. Þú veist, eins og drullast, skýta körfubolti, eitthvað svona, skýta eitthvað, og svo anskotan svo helvítis. Þetta er íslensk. Þetta er svona íslensk góð orð, og þetta er svona skemmtilegri orð heldur en svona þessi svona hvað segir maður, svona sexually inclined orðin eins og þeir á ensku sko. Já, en fyrir þá sem að hafa ekki kynnt sér kannski bakgrunninn og viti ekki alveg hvaðan voru það að koma, þá það kannski svona þegar ég horfði á myndina, af öllu því sem ég hugsaði, ok, ég get alveg skilið að þeir sem ekki þekkja þig og þeir sem ekki eru kannski búin að skilja alveg aðferðafræði, þá sérðu fullorðinn kall, svona virkar reiður og hann að nota blótsýrði og þá kannski á einhvern nátt eðlilegt að fólk hugsi hver munurinn á þessu og einhverjum yngri flokkaþjálfara sem bara að nota börn sem tilfinningar ruslakistur fyrir sjálfa sig. Og það náttúrulega, þetta var náttúrulega svona eftir á hyggja og var þetta náttúrulega illa gert af sagafilm sko, að þú veist, þetta er náttúrulega bíó og það er náttúrulega, þú veist, það nennir ekki að horfa, það verður búið til dramatík og það er náttúrulega ekkert verið að horfa mikið að leiða upp í 30 mínútur og það sem er svo klikkað við þetta er það að þetta er kannski 1 eða 2% af viðfangsefninu. Þetta er ekki eins og æfingarna séu bara allt þarna og eins og til dæmis þegar að hekla þegar ég hendi þarna út af og ég man eftir þessari æfingu að þá eru við búin að vera að tala það að nú ætluðum við að sitja allt í gang og það allir bara hér, já þetta verður geggjað og flughermirinn sem að menn eru mikið að tala í dag, flughermirinn bara settur í gang og svo bara leið og æfingin búin að þá svona erum við komin í höllu og ég segi, hvernig líður Hekla? Hvernig var þetta? Áttu auðvelt með það að halda áfram þó að þetta hefði verið í gangi og þetta svona fannst mér ekki komast almennilega nógu vel til skila. Ég og meiri svo, og það er fólk sem að segir bullshit, kallar þetta út, þegar ég mæti á leikina hjá stelpunum að sko, ég aldrei reiður og ég þarf í raun og veru bara að peppa mig upp í þetta og mér fannst sérstaklega mikilvægt að ég gerði þetta sko stelpumegin. Sko, útskýra þetta fyrir þegar það hefur aldrei verið kvartað undan mér strákamegin. Í dag ég að þjálfa 10-11 ára stráka. Það er aldrei kvartað undan mér eins og það er kvartað undan mér stelpumegin. Ertu að þjálfa 10-11 ára stráka og nota nákvæmlega sömu aðferðir? Ég hef gert það í mörg ár. Og enginn talar það? Enginn. Það er náttúrulega í sjálfu sér mjög áhugavert. Það er bara bilað. Það er náttúrulega klikað. Þú veist, og ég fer sko, þegar voru 8 ára, þetta var nefnilega svo skemmtilegt sko, þegar þær eru 8 ára gamlar, þá ákvaði ég að skrá þar á strákamótin. Þær byrjuði í stelpumótunum og þetta eru mót sem eru haldin á vegum félagana. Og þegar að mótin eru vegum félagana, þá þarf þetta ekki að fara í gegnum sambandið. Og svo var þetta svo gaman sko, ég mætti með liðið og þá var allir bara svona, heyrðu, þið eru á vitlausum degi. Þú veist, mæti stelpuliðin, stelpurnar eru á Sundum. Ég sagði bara, nei, við erum hérna. Nei, stelpurnar eru á morgun. Já, ég veit það, við ætlum að spila við strákana. Já, spila strákana? Já. Og kemur eitthvað fáta á mótsýrana, sko. Og svo segir við bara já, ok. Heyrðu. Og svo bara, hörfumenn. Svo bara mæta þær inn á völlin og Sölvi, sko, litlu kallremburnar, litlu strákanir, sko. Þeir byrja bara að hlæja þegar mæta inn á. Og ég hugsa bara, er þetta ekki eitthvað? Hvar fengu þeir þá hugmynd að þetta væri bara fyndið? Að stelpur mættu. Hvað aldur? 8. Þannig að strax á 8 ára aldri þá hlæja strákana til hugsuninni. Fyrirlitningin komin inn hjá strákanum.
fyrirlitningin komin inn í það. Já, og ég sko... Og þannig erum við náttúrulega að tala aldur þar sem að stelpunar alveg af stórar og svo náttúrulega bara, þú veist, það unnu langflesta þessa leiki og gróðu settu sem strákaliðin, sko. Og þeir grétu aldrei jafn mikið. Þeim fannst þetta aldrei jafn mikil skömm. Strákunum. Já. Og ég hugsaði bara mér, vá. Sko, því að hugmyndin... Þetta einmitt svona... að því ég persónulega verð stundu þreyttur á þessari umræðu feðraveldi og allt þetta dót, en þarna einmitt svolítið erfitt að neita að þarna eitthvað inngróið sem einhvern veginn akkur eftir 8 ára gamli drengir að finnast það fáránlega hræðilegt að tapa fyrir stelpum. Akkur það ekki bara allt í lagi alveg eins og tapa fyrir strákum? Ég veit það. En sko ég skil þetta, af því að sko ég rosalega kallarembla í grunninn, sko. Hvernig þá? Ég bara, þú veist, ég alveg upp í þessu. Ég meina, ég man eftir því að vera á æfingu hjá IR, þar sem að sko fyrst kom meistaraflokkurinn og svo kom úlingaflokkur drengja og svo þegar klukkan var 9:30 eða kortir í 10, sko, þá kom meistaraflokkur kvenna. Já. Og þú veist... Það mættu bara algjörum afgangi. Mættu algjörum afgangi og þetta eru samskiptin, sko. Samskiptin ekki bara, já, við tölum aldrei illa kvennaboltan eitthvað. Þetta snýst ekki verbal. Þetta snýst bara allt hegðunina og kúltúruna og hefðirnar. En mér finnst nefnilega dráhugavert að segja það. Þannig við komin í, og þarna aftur, þú verður að fyrirgefa, ég fer í samfélagsrýnin. Góður, já, ég þarf að læra það líka. Og stóru myndina, vegna þess að þarna finnst við komin í það sem líka í pólitík og öðru. Við erum farin að velta okkur svo rosalega mikið upp úr hvað fólk segir en ekki hvað það gerir. Þannig að ef einhver stjórnmálamaður notar slæm orð eða pólitískt óréttur, þá hann hræðilegur, svo einhver annar sem notar öll réttu orðin og síðan bara svikull og gerir eitthvað allt annað en fólk var að kjósa fyrir. Og þá eiginlega enginn neitt mikið að tala það, skilur. Og þannig einmitt þetta, skilur, gengur það að hafa jafnrétti í íþróttum út á að tala voða vel kvennaíþróttir eða gengur það út á að breyti í alvörin einhverju? Amen, brother. Þetta ég sko, don't get me started, sko. Þegar á ekki að gagnrýna stelpurnar og þá ekki að tala þær niður og eitthvað svona dót, sko. Ég var að horfa á eitthvað Dominos-kvöld einhvern tímann og þá sátu sko gæjar sem sko hafa verið að þjálfa í deildinni, byrjuðu reyndar á því að batsa stelpurnar fyrir það að það væri ekki nógu góðu formi, byrjuðu svo að batsa þær fyrir það að þær vildi ekki taka þátt í landslýsverkefnum. Og ég eiginlega bara svona, ef ég væri hérna í panelinum, ég væri ekki droslega mikið að tala þetta, af því að þetta gerðist þá minni vakt. Og ég hugsa bara svona, ok, og þá eru menn eitthvað svona að reyna kannski að vera kritískir og ég hugsa bara, já, þetta kom frá svo rangri átt. Og það með allar þessar jafnréttisbaráttu, hún alltaf svo twisted og snúin og ég skil þetta, þú veist, ég að reyna einhvern veginn að átta mig á því hvernig maður á að feta sig í þessu, en svo enda á því, í svona þetta, að tala jæja, mætum nú öll og styðjum stelpurnar, mætum á og sýnum stelpunum áhuga og eitthvað svona, og ég bara, þetta svo mikil, eins og, ímyndaður, Valur KR, Pepsi-deild, auglýsingin segir, förum og styðjum strákana sem að fara að spila fótbolta eftir, þú veist, það bara, þú hatar KR, skilur það, því að þú veist, þeir eru búin að vera bestir og þetta bara svona alveg emotion, sko. Þú veist, menn að mætast. En svo kemur, og þetta áhugavert, sko, því að fatlaðir lenda í nákvæmlega sama. Fatlaðir eru aldrei teknir alveglega í íþróttum. Við bara alltaf að mæta og horfa á fatlað og hvetja fatlað. Þú veist, í staðin fyrir það að, þú veist, til hata ég þennan fatlað einstaklinga þarna því að hann að vinna minn, sko, og þú veist, þetta verður svona alveg virðing í þessu. Ég ætla að segja þér eitt, ein magnaðasta íþróttaæfing sem ég hef nokkuð tíma farið á, þá var ég að konsulta breska Ólympíusambandið og ég að vinna með nokkrum íþróttagreinum, þar á meðal hjólastólakörfubolta. Og ég hugsaði nú með mér því ég labbaði inn á hjólastólakörfuboltaæfinguna að ég ætlaði að ná í þjálfaran og svo ætlaði ég að drífa mig í burtu, sko, því að ég ætlaði að fara síðan að hitta sko hina þjálfarana sem ég einhvern veginn hélt að ég geti lært eitthvað af. Þetta er mest intense, inspiring æfing sem ég hef nokkuð tíman verið á. Það var breska hjólastólakörfuboltalið. Ég var bara veltaði fyrir. Þeir voru bara svo, það var eins og þeir hefðu bara allt að sanna og svo voru reyndar nokkrir sem að, ég veit ekki hvort það voru einhverju hermenn og voru ekki alveg búin að vinna í gegnum trómað og það var eins og þeir tækju þetta bara út inn á vellinum og þetta var bara svo, þetta var svo biluð barátta og ég alveg bara svona fýraðist allir upp að horfa á þetta og menn dettand úr stólnum og rífandi þessu upp og einn hjólaði yfir hann meðan var í stólnum og ég sagði bara, ég borga mig inn á þetta.
Þetta er geðvikt. Einmitt. Þannig að sko, ég hringdi í eitt hérna þegar ég var að stofna Aþenu, því mér langaði að stofna hérna körfuboltadeild sko hjólastóla. Ég held að það verði næsta verkefni. En gaurinn sem ég talaði við, hann sagði bara að því miður það bara lenda á fáir í hjólastól. Við erum bara alltaf fáir. Já. Sagði hann. Ég sagði, við skulum kannski orða það þannig. Það er bara vanta lið. En það er svolítið að lýsa okkur hlutum að því að við höfum talað að þú er sagt mér að þú náttúrulega tímbili varstu að túrum Bandaríkinn og þú varst á æfingum hjá NBA-liðum og svona. Og sem maður myndi hugsa, ok, þú veist, þar virkilega færði að sjá. En þú sagði mér að þar hefði ekkert verið neitt svakalega impressed, af því að þar einhvern veginn jafnvel væru menn bara með rosalega mikla hæfileika, fáránlega mikla yfirburði í líkamlegri byggingu, en hugafæri væri stundum bara ekkert gott. Já, ég meina fyrir mér, sko, og það er líka, þetta er alltaf partur af því að þetta er svona turn off hjá mér gagnvart þessum afreksíþróttum eða þessum elítíþróttum, sem eru svona peningaíþróttirnar, er sko, mér finnst þetta að vera bara porn. Að hvaða leyti? Já, hvenær verður erotík porn? Það er enda mjög góð spurning. Ég get svarað því. Okay. Það er þegar verið að ríða fyrir pening. Sem við myndum hafa aðra skilgreiningar en þú. Nei, ég meina, pældi hans í því. Já. Það er allavega partur af skilgreiningunni. Og ég meina, og svo sérðu, ég meina, gildi íþróttana, ef þú pælir til dæmis bara forngrikkjum sem eru svona cradle of bara nútíma íþróttir, menn það voru militant þjóðir og menn notuðu íþróttir til að byggja upp skapgerð og styrkja þá sem þurfti að vera sko útvörður Spörtu og Grikklands og þurfti að standa í fæturnar og þú veist, og þú kannst ekki vera að æfa þig að fara í stríð til þess að æfa þig til að fara í stríð, þú þurfti að gera ákveðna hluti til að testa skapgerðina og þess vegna verður íþróttir mjög mikilvægar og ólympíuleikar eru í raun og veru stofnaðir á svona dygðum og gildum, sko, þannig gildum, sko. Og svo einhvern veginn í dag að þá er bara orðin rosaleg gengilsfelling á þessu og ég tek alltaf dæmi það, sko, ég meina þú veist, út með strák, þriðja flokk, Breiðablik í fótbolta. Hann fara að æfa með öðrum flokki. Og það er þvílík upphafning í því. Og hann bara, þú veist, mætir á allar æfingar og hrikalega stoltur. Og þessu fyrsta skipti sem hann fær alvöru samning, þar sem hann fær alvöru pening, að þá reymar hann ekki á sig skóna fyrir hann fær nema að fá þau borgað. Þú veist, að því að tilgangurinn, sko, er og hugmyndin er alltaf að skipta máli og það er ekkert sem skiptir meira máli heldur en að skipta máli. En hver er gjaldmiðillinn? Þess gjaldmiðillinn er þá í raun og veru peningurinn en ekki upphefðin í því að fá að spila með sko eldri gæjanum. Þannig að þetta er svona, og þú veist, allt verður djöflunum á vopni einhvern veginn í þessu öllu og þegar ég var að vinna hérna með þessum stóru liðum, þá einhvern veginn bara svona þetta, þú veist, þá áttaði mig til dæmis á því að því nú er ég svona prófælir í eðli mínum. Þú ert samfélagsrýnir, ég er svona prófælir á stjórnendur og þjálfara. Og fyrsta sem ég pæla alltaf í þegar ég hitti sem sagt stjórnanda, er hann manager eða er hann developer? Ok. Og það er mjög svo áhugavert. Hver er munurinn? Já, sko, þegar fólk kemur til mín og fattar hvað ég er að gera, þá segja menn alltaf við mig svona, já, ertu búin að lesa bókina eftir Alex Ferguson? Þú veist, Alex Ferguson er ekki að gera það sem ég er að gera. Þú veist, Alex Ferguson er manager. Og svo fyndi eins og til dæmis með Bretland, sko, það er ekki eins og til skilgreining á sko, orðinu, ef þú segir coach í Bretlandi, að þá færðu rútu. Þú veist, og þetta er allt managers. Og þú veist, og það sem þeir gera. Hvað er þá skilgreiningin á managers? Managerin er í raun og veru gæði sem kemur inn og hann er svona, þú veist, hann er að kaupa og selja. Það er áhrifarhringurinn hans. Peningurinn er áhrifarhringurinn. Þú veist, það eru resursarnir. En svo náttúrulega líka er hlutverk góðra managera eða þá þjálfara eitthvað í enska boltanum að gera ódýra leikmenn. Já, það góða að þeir verða dýrir. Ég veit það, en þú ert bara svo rosalega inclined að vera alltaf bara, þú veist, ef að liðir ekki að standa sig, þú veist, þá byrja menn að væla og vilja bara skipta út. Jú. En hvað er sko bestu þjálfara sem ég hef nokkuð tíman hitt, eru menn sem þú myndi aldrei heyra að tala um. Aldrei. Þetta er bara svona jótar, sko, á einhverju eyju og svo bara mætir hérna Luke Skywalker og það bara, þú veist. Akkur heyrir maður ekki um það? Af því að þeir eru að vinna á stöðum þar sem þeir hafa ekki resursana og sko þegar þú ert ekki með resursana
þá vinnur ekki endilega titlana. Það sem ég svo gaman að horfa á bara menn sem ná að kreista alkymistarnir, gullgerðamennirnir, þú veist, sem sita andan í efnið, sko. Ég elska það, það er bara áhugamál mitt nummer 1 og 3 og þú getur ekki developa sjálfan þig sem alkymisti ef þú ert að vinna í til dæmis umhverfið, það sem ef að ársfjórðungsuppgjörið ekki í lagi, þá ertu látin fara. Ég var að vinna með sko þjálfurum sem voru í efstu deild í bandaríska háskólaboltanum í fótbolta og sko leikmennir sem fara þar í gegn, þeir eru, sko það tekur 4 ára að klára skólan, en samt meðal aldur þjálfarana 3,5 ár. Þannig að þú verður áttað á því, ef þú ætlar að taka lið og virkilega kreista potensial út í því, þá getur ekki verið, þá hefur ekki sko umhverfið þitt, hefur ekki þolinmæði, þannig að þú getur tekið 2 skref tilbaka til að geta tekið 4 skref áfram. Já. Í millitíðinu ertu látin fara. Þannig að verður ákveðið náttúruval á managers. Þannig að Sölvi, ekki segja mér það að gæjar sem að vinna í þannig umhverfi séu góðir developers. Þú veist, ég veit það. Getur ekki farið saman? Það getur ekki farið saman. Komdu þá með skilgreiningun og þú ert búin að tala um manager. Hvað er skilgreiningun á developer? Developerin í raun og veru gæi sem alltaf, sko, góður developer hjá mér er eiginlega líka gæi sem aðhyllist það sem við köllum hérna möguleika sálfræðina. Ok. Þú veist, og hann dálítið að pæla bara í því, sko, þú veist, meðaltalssálfræðin bara, það er einhver stúdía sem gerð og það sagt hérna, apar get ekki talað, þú veist. Við erum saman á það. En möguleika sálfræðin, hún segir, við ætlum að finna einn apa sem getur sagt 1 orð. Því að það eðli íþróttana, sko. Eðli íþróttana í raun og veru að push the limit, sko. Og að setja sinni einn standard í öllum þessum hlutum. Og hérna... En ef ég myndi nú Devil's Advocate og segja sem þegar þú varst með FSU, þú ert búin að koma með upp, komin í bjórhaldina, og þá ertu komin í, segjum sem svo að þá hefði komið, ok, þú fær sama budget eins og eitthvað hinu liðunum, þá myndir þú verandi eins og þú ert, segja, heyrðu, ég ætla að rekrúta hérna gæjana sem ég er að spotta eru með langbesta hugafarið í öðrum liðum og þeir geta synkað við hópin minn, en þeir eru jafnvel aðeins betri en það sem ég hef hérna fyrir, samt með sama mindset. Getur þetta ekki farið saman? Jú, en það sem ég að segja getur ekki farið saman það, leið og ég sé, sko, ef þú ætlar að verða rosalega sterkur, þá ferðu inn í world-class og þú ferð í græjuna sem veitir, sko, mestu mótstöðuna. Þú fattar hvað er að fara. Já. Ef þú ætlar að vera góður þjálfari, þá þjálfur aldrei veðhlaupahest. Af því að það bara eins og að vera okkur treadmilli, sko. Þú ekki sterkur á því. Þú þjálfur bara svínin. You can make a pig a racehorse, but you can make a pretty fast pig. Þú veist. Og þú ert þá bara þar. Og það sem ógeðslega gaman að gera og það sem svo fáránlegt að vera að tala um það að ég sé einhver elítþjálfari það. Ég myndi elska að fá inn bara einhvern með störfót og pákauk á öxlinni og pappa hans væri bara sjóræningi og ég myndi bara segja, sko, ég ætla að þjálfa þennan, ég ætla að vinna með þennan. Þú veist, það svo magnað, svona going against all odds. Þú veist, vera með stelpur sem að, þú veist, breyta viðmiðinu, vera með unga stráka sem að, þú veist... Var þið boðið jobb í NBA? Já. Hjá hvað liði? Ég hef aldrei þorað að segja það. Af því að þetta var svona pingu, það var svona verið að, hérna, ég eða einhver annar og gaurinn sem býður mér þetta sko, hérna... þú veist, það annar sem hefði orðið fúll en það bara liður svo langt síðan það var hérna, Memphis Grizzlies já, ok. Var þið búið þá bara í þjálfara teimi þar? Já, sko, dálítið gaman að segja frá því, sko, ég náttúrulega á þessum tíma ég bara pingu undrabatt, sko þú veist, menn fatta það strax ég bara rosalega góður hérna, svona player development gæi og þú veist, ég fengið minna þegar ég látin gera hérna fræðslefni hjá FIBA og fæ bara frjálsar hendur Já, einmitt, svo fólk, sko, aftur, þeir sem þekki ekki, þá hefur verið að gera fræðsluefni fyrir Alþjóðakörfuboltasambandið og þú náttúrulega búin að hanna þjálfunarforrit sem hafa verið notuð af mörgum að stærstu íþróttaliðum í heimi. 20.000. Já. Varstu ekki að pæli að segja já við þessu jobbið þá? Þetta alveg, hérna, þetta var svona character defining moment hjá mér þegar ég bara staði nei, sko. En það sem sko, það sem var áhugavert við þetta var það, ég var bara nógu hæfur til þess. Og þetta var fyrir tíma YouTube og allt þetta, sko. Þú veist, í dag, ég ætti ekki breyki í þetta, sko. Þú veist, það sem menn að gera í dag og vera að krakka alla taugalífilsfræðina og allt þetta, sko. Ég bara einhver úreltur gamall coach með sumt sem ég að sjá, sko. Því að þegar ég kom aftur inn í þjálfunina, ég hugsaði bara, ég búin að missa þessari lest.
það eru orðnar rosalega framfærið þarna en á þessum tíma, þú veist, algjörlega en það sem ég var byrjar að fatta þarna það var bara hvað ég vildi gera ég hafði engan áhuga að vinna inn í einhverju svona pornklúbbi, sko Hvað kallar þetta porn? Af því að þetta er bara, þú veist, það er bara að vera að klæmast á gildónum, þú veist, ég er bara svo pure at heart með, sko, þessi fallegu gildi íþróttana, sko, sem er bara, þú veist, sko, fá einhvern veginn, sko, frið til þess að vera, sko, að challengea sjálfa þig, þó það þýði það að það komi ekkit út úr þessu, þú veist, pröfu eitthvað nýtt. En aftur, er ekki möguleik þetta Áttu svona erfitt með þetta að því að þú hefur svo gaman að porninu Nei, ég er að challenge það Þú hefur svo gaman að þessu dóti ég bara hefur þessum enska fótbolta eitthvað svona þú veist, gera live Sölvi Ég skil 100% hvað það tala Hver nennir að horfa á þetta? Nei, ég er að challenge það vegna þess að ég er að velta fyrir mér ég er ekki þegar ég byrja að fá vel borga fyrir eitthvað get ég ekki sagt það er byproduct en ég held áfram Jú, auðvitað, ég er náttúrulega að tala þetta svolítið svona filosófískt sko. ég er sjálfur aðeins að challenge þessa en svo ég fara aðeins á þína lest að þá man ég er verið að taka viðtala Aron Einar landsliðsfyrirlega ég var að spurja hann út í hvað gerist hjá landsliðinu og þá einmitt sagði þetta skrítið að segja þetta en eftir að maður byrjaði að fá borga fyrir fótboltan þá er maður ekki með hennan feeling sem maður var með þegar maður fór út á grasið á Akureyri og maður var bara að gera þetta for the joy and pride of it það fæ ég með landsliðinu af því þá er einhvern veginn þeir eru ekki að fá miðað við hvað þeir eru að fá borgað hjá félagsliðunum sínum þá dagpenningarnir sem þeir fá þeir fara í landsliðsfæðir eru klík þetta kjúar þá inn í gömlu dagana og ég held að þetta er bara hann hitt á mér þetta er eitt af því sem svona einhvern veginn gerði íslenska landsliðið svona gott á ákveðnum tímabili þeir voru allir komnir inn í þetta mindset aftur þeir einhvern veginn tóku sér break frá þessu ég er að þessu fyrir peningin þeir eru samt líka aðeins að fá þetta hérna að lána sko þú veist þetta er, ég þekki fullt af fólki sem er að sko, ég meina eins og hjá okkur eins og í Aþenu, það fær engin borgað fyrir að þjálfa Nei, færðu þú ekki borgað? Nei, og ég fæ yfirleitt, ég meina því að ég var í FSU þá sett ég alveg milljónir inn í þetta bara sjálfur Af hverju? Af hverju? Ætli það sé ekki yfirleitt þannig að sko ég veit ekki hvort það svar skipti einhverju máli sko, en ég er svona mér finnst alltaf dálítið gott að ég sé ekki að fá borga sko til þess að hérna vera svona líka bara smá fyrirmynd þar Því það er strax eitthvað sem í allir þessari umræðu myndina og umræðinu sem er góð eftir þá er þetta ein stór forsenda sem að mér hefur fundist vant á ég veirti hvergi spurðan að þessu það er aftur þetta sem ég var að segja á hann með yngri flokka þjálfaran sem er kannski í vinnu sem honum hundleiðist hann er að fá okkar sem að borga fyrir þetta og hann er einhvern veginn að nota þetta sem tilfinningalega útrás og eitthvað svona spurningin sem ég myndi alltaf spurja ef ég myndi ekki þekkja það er ok, en þessi gæi er að þéna á öðrum vígstöðum hann gæti verið að þjálfa og fá borga fyrir það er hann ekkert að fá borga fyrir þetta, fyrsta spurning þú ert búin að svara henni og í öðru lagi af hverju ég er að borga með mér í þessu þú ert að borga með þér í þessu þá vaknar stóra spurningin af hverju er hann þá að þessu þá hlýtur að þurfa að komast að annari niðurstöðu en þeirri að þú sért að þessu út af þinni eigin metnaðagetni að vinna titla í yngri flokkum skilur við að fara Mér finnst þessar forsendur einhvern veginn aldrei hafa verið teknar inn í þessa jöfnu að ef maður ætlar að reyna að skoða hvað þú ert að gera þá verður að taka inn í myndin að þú gætir verið að gera milljón aðra hluti og þú getur verið að fá betur borgaða inn. Hvað er hvatinn fyrir þig í að þjálfa þessar stelpur? Sko? Skilur þú hvað er að fara? Fyrir mér er hann svolítið augljós, þú ert búin að vera að svara núna. Já, ég meina, mér langar að bara láta gott að mér leiða, þú veist, mér langar að challengea sjálfa mig, mér langar að hafa áhrif og þetta, þú veist, þetta er eina sem ég kann, það er þjálfun og ég er stundum daldið svona pirraður, sko, ég er alltaf bara svona, hvernig get ég contributa, sko, ég kann ekkert, sko. Hafa þau verið boðin mörg störf í þjálfunni svo Íslandi í úrvalsdeildinni? Nei, aldrei á Íslandi, það menn snert ekki á mér með periki. Af hverju? Af því að ég bara einhvern veginn, menn veit það ekki, ég held að menn sé hvað hrættu við það, ég dansi ekki með Var þetta líka svona áður en þú byrjar að þjálfa stelpunar? Sko, ég er náttúrulega að byrja að þjálfa FSU og þá er ég svona 30, þannig að maður er ekki beint svona kannski in the run til þess að verða einhver úrvalsdeilda þjálfari. Og ungur?
Já, hugsanlega eða eitthvað en anyway en svo eftir 30 og eftir FSU ég fekk ekki eitt atvinnutilboð og mér fannst það fyndið. Það það? Já. Er það ekki, þú veist, það þekki þetta margir úr sínum... En kannski það líka bara það, að menn skynja það bara mjög sterkt að ég hef ekki áhuga á þessu. Ég held að það geti líka bara verið. Ég held að menn segja bara, já, við vitum það, því að þetta er svo skýrt hjá mér. Menn sensa what I'm about. Já, rétt. Þannig að ég ætla ekkert eitthvað að vera að segja það, menn sé eitthvað, menn bara fatta það. Höldum okkur við það. Hvað fyrir mikill tími í þetta hjá þér og stelpunum á viku? Hvað æfum við mikið? Já, hvað æfum við mikið og bara svona í kringum æfingar og annað? Já, sko, nota bene, það ágætt að það komið fram því að það búið að saka mig að hafa stelpunir í ofþjálfun og eitthvað svona þegar þessi mynd var tekin, þá æfðu þær 4 sinnum í viku. Og þær æfðu í 2 klukktíma í senn og þú veist, og þá voru 100 mínútur í körfubolta æfingin og svo var einhver styrkur 2 daga vikunar og svo var vídeofundur og svona character coaching alltaf sko, til skiptis. Í dag æfa þær 5 sinnum í viku og þetta er svona með mjög svipuðu sniði, þú veist, það er tekin styrta þjálfun og svo tekin körfuboltaæfingi svona 100 mínútur og svo rosa mikið af fundum og vídeo og svona, það er uppáhaldið mitt. Heila þóðar. Segir þetta og lærð? Já, þetta er allt heila þóttir. Þetta ekki það sem er búið að vera gagnrýna þið fyrir? Já. Heila þóttin? Já. Heila þóðar ég að spyrja spurninga. Vera krítiskar. Já. Hvað viltu? Akkur ertu í þessu? Hvert eru að fara? Akkur ertu að keyra hérna upp á Kjalarnes? Sko, ég er með nokkra stelpur sem fara sko, í klukkutíma og kortir í strætó til að komast upp á Kjalarnes. Akkur ertu að því? Ég þarf að fá 2-3 áraði minni viðtal. Já. Bara... Er það ekki löngu tímabært? Það er bara löngu tímabært. Frosti er að koma upp yfir að hitta þær með Ísland í dag. Já, á eftir. Og ég er bara rosa spenntur að kynna þær fyrir alþjóð, sko. Já. Ég er svo stoltur af þeim, sko. Já, það er að fá þær hinga líka. Það er svona lengur... Og líka bara þær fá aðeins að, sko, fólk verður aðeins að fara að kúpla sig inn á það. Þetta eru, eins og sérð bara, þetta eru magnaðar gellur, sko. Já. Magnaðar. Og ég fullyrði það, sko. Vistu það, ég veit ekki hvað ég þarf að gera til þess að þjálfa aftur svona lið. Þetta var ótrúlegt lið. Á hvað liði? Á hvað leiti? Það voru bara svo með þetta, sko. Þú veist, það voru bara svo mikið fyrirmynd, sko. Allir sem komu, horfðu á bara, hvað er þetta? Þetta bara breytti þetta bara breytti heilastarfseminni hjá fólki að mæta á æfingar. Þetta er svo uppörvandi að sjá þetta. En af hverju sagðirðu þær voru? Og var, þú notaði því að hóknum var tvístrað. Já. Það var nefnilega máli, sko. Þegar við droppum, sko, þá er þess að hóknum skipt í 2. Þegar medaljónum er droppum? Já, sko, fyrst var þetta þannig að þær fóru allar í stjörnuna aftur. Og ég hugsaði, sko, þetta var rosa aðdragandi. Þegar, sko, írengarnir komið til mín og sögðu við mig bara, hvað ætlar að gera núna? Þegar þess að droppa. Og ég sagði bara halda áfram að þjálfa og þeir sagði bara, nei, þú eru að díla við þetta, það er fylg pressa á okkur hérna frá KKÍ og eitthvað. Tímalínuna þannig að það eru fyrst í stjörnunni, fara svo í IR og svo í Aþenu, eða hvað? Já, sko, fyrst fara í stjörnunni, svo fyrir við IR, þar droppa þær, svo er það þannig að hópurum fer, sem sagt, aftur í stjörnuna, sko, foreldrarnir bara panika, það var aldrei talað við þær, það var aldrei verið að velta fyrir sig eftir þetta atvik, þar sem sleppa medaljónum, sko. Faraðar aftur í stjörnuna, þar sem ég er í raun og veru að, sko, við fórum raun og veru úr stjörnunni út af því að mér fannst mjög illa staðið að, sko, bara málum þar og þú veist, þetta var bara gildismatsklass og þetta var ekkert annað heldur en bara fólk vildi bara gera hlutina svona og ég vildi gera hlutina hinsegin og svo var náttúrulega alls konar dramatík á bak við það allt saman. Og ég hafði aldrei áhuga að fara aftur þangað inn að því að ég var ekki hrifinn af hvað sá klúbbur sem sagt stendur fyrir. En það er bara allt í lagi, skilur, það er bara eins og það gerist, sko. En svo þegar að stelpunar fara inn aftur, að því að
þetta er svo fyndið, sko, alltaf þegar verið að þjálfa stelpur þá krafan miklu meira að þær séu saman. Ég man til dæmis því ég fór úr Stjörnunni og vildi skipta hópnum upp, þá kom aðeins tíminn og sagði, þú átt að því, Brynjar, að stelpur sko, félagslegi þátturinn skorar herra hjá stelpum. Og ég segi, það sko afleiðing, ekki orsök. Þú tekur frá þeim fyrirmyndirnar, eða ekki fyrirmyndir, eða ekki framtíð, eða ekki gert krafa, eða ekki verið að mæta þeim, þá auðvitað skorar félagslegi þátturinn. Og sko, ég alltaf að svissa þarna á milli, stráka meginn og stelpum, en ég sé þetta svo skýrt, fyrir utan það að vera þessi kallremba sem að bara, hvað þetta? Og svo þegar að þær fara sem sagt úr IR, að þá var krafan svo sterk að þær héldu hópinn. Þær fara inn í Stjörnuna, viku seinna leggur Stjarnan niður meistaraflokk kvenna. Og það var eiginlega bara annað besta lið í deildinni. Og þetta er það sem alltaf að gerast. Það er alltaf verið að setja einhvern nautaskít á borðin fyrir þessar stelpur. Og það er búið að leggja niður 3 eða 4 lið á einhverjum 4 eða 5 árum, sko, úrvalsdeild sem eru bara stelpulið sem að hafa ekki einu svona fallið. Þetta er aldrei gerst stráka megin. Þú veist, Þór Akureyri var að lenda í einhverjum vandræðum og þá er bara ákall og komið öll og bjargið í strákaliðinu. En svo þegar stelpuliði lendi í vandræðum, að þá er bara hægt að gengilsfella það algjörlega. Svo þegar fararninn og Stjarnan semst ákveður að gera þetta, að þá er ég bara, sko, að því að mér fannst þetta bara mjög áhugavert. Mér fannst bara mjög áhugavert að þetta skilji gerast og ég er bara að reyna að rýna inn í þetta, hefði aldrei gert þetta öðruvísi og ég sagði bara, ok, minn tími er bara kominn og ég vona að sitja eitthvað eftir hjá þessum stelpum. Svo þegar þetta er sem sagt lagt niður, að þá er ég bara, og þá kemur dóttir mín og hún segir bara, pabbi, flytjum til útlanda. Og ég bara horfði á hann og sagði bara, já, það er góð hugmynd, sko. Förum bara til útlanda, drullum okkur, við erum bara algjörði lúserar, tökum bara boltan og förum heim. Nenni ekki að spila við ykkur lengur. En svo hugsaði mér andskotin, vegna þess að mér fannst svo ömurlegt að menn skildu vera gengilsfella það sem þær gerðu, af því að þú átt á því þetta er að magnaðast þess að ég nokkuð tíman upplifað sem þjálfari. Ég mun aldrei toppa þetta. Hvað? Það sem þær gerðu. Þegar þær sleppa medalji? Já, þetta var fullkomið. Ég sagði alltaf, ég vil sem stelpur taki pláss, láti sér heyra, óhættar við að gera mistök og setja sinni einn standard. Þetta var fullkomið. Þetta var fullkomið. Ég hef aldrei verið stoltar að liði á æfinni. Það er ákveðið þetta, það er æfðu þetta. Pældi því hvað þarf til að vera 13, sko, það eru 12 og 13 ára þegar að gera þetta. Pældi hvað þarft af vitund og bara sjálfströsti og öll til þess að gera þetta. Voru ekki margir sem voru að gefa sér að þú hefur ákveðið þetta fyrir þér? Jú, algjörlega, sko. Hvernig kemur þessi hugmynd upp hjá þeim? Sko, leið mér að holda það þótt, að því að það sem gerist síðan eftir þetta, og þá var málið, og ég hugsaði með mér, ég ætla aldrei að vera síðan gæinn sem að styður þær í þessu, er í raun og veru innrætingin á bakvið þetta. Það er algjörlega á hreinu. Ég meina, þetta er á minni vakt og ég er alltaf að útskýra fyrir þeim hvernig þetta stráka megin og hvernig þetta stelpu megin og alltaf spyrja þær alls svona spurninga og akkur er þetta svona og takið eftir þessu og takið eftir hinu, sko. Og þá sagði ég bara, heyrðu, ég verð að halda þessu áfram. Þetta má aldrei deyja. Ég meina, þú veist, árið 1900 þá voru Íslendingar sem neituðu að ganga inn undir, sko, dönsku flaggi í lýðveldisbaráttunni. Og þetta eru hetjur, af því að þeir mótmæltu á ólympíuleikum. Þú veist, þetta er svo bilað, Sölvi. Þetta er svo bilað og enginn, hvorki KKÍ, né IR, foreldrar, ætluðu að tala við stelpunar þetta. Þetta var bara mokað undir einhverja skúffu, sko, eða bara undir eitthvað teppi. Og ég sagði bara, aldrei. Og þá verður að finna til, sko. Þannig að þú veist, ég er ekki að búa þetta til, sko. Það er bara, öflin er að búa þetta til. Það er drifkrafturinn. Náttúrulega meira en að segja að stofna íþróttafélag. Við veit það, og sérstaklega líka, sko, því að við finnum fyrir rosa miklu svona, þú veist, það vill enginn fá okkur, vill enginn fá mig inn neinstæðar, sko. Þú veist, þannig að þú veist, ég er búin að vera að reyna og við þurfum að tala það og eftir, sko. Það þarf að fá að plugga hvað er að fara að gerast með Aþenu. Við,
sem sagt, ég búin að vera sko 2 ár bara hársbreytt frá því að taka iðnaðarhús og breyta því í körfuboltasal. Ok. Þú veist, en þangað til, þá var eina húsið sem að var tilbúið að taka við okkur var Kjalarnes. Kjalarnes? Björgvin á Kjalarnesi bjargaði okkur. Björgvin bjargaði? Björgvin bjargvættur. En þetta sem þú ert að segja með stelpunar, að það hefði enginn talað við þær og þú veist, KKÍ, foreldrar, allt þetta. Það segir mér svolítið að forsendurnar sem allir að gefa sér. Það segja ákveðni foreldrar, þú veist. Já. En að þá sé verið að gefa sér þetta komið frá þér. Því ef við gefum okkur þetta komið frá stelpunum, þá það eiginlega bara brútal hegðun gagnvart þeim að tala ekki við þær. Já, sko, ég held ég viti, ég veit alveg nákvæmlega hvar hugmyndin kemur. Hugmyndin var semst þessi, sko, stelpurnar, sko, við reyndum að fá að vera með þegar stelpurnar voru 10 ára gamlar í strákamótunum, af því að þær voru vanar að spila, sko, þegar þeir eru 8 og 9 ára þá spila þeir í strákamótum og það bara gekk, þú veist, og það var enginn að henda þeim út, við bara skráðum okkur inn og svo var þetta bara orðið venjulegt. Svo þegar þeir eru 10 ára þá er í fyrsta skipti sett á mót fyrir sem sagt 10 ára Íslandsmót og þær voru að undirbúa sig fyrir að spila á móti sem sagt strákum það árið, voru að æfa sumarið og svona, voru spenntar og ég segi bara við að það er í myndin, ég segi, heyrðu, við þurfum bara að fara í strákamótið og ég hef samband við formanninn, við reynum að fá fund með honum sem gekk mjög illa og svo fáum við loksins fund og ég nefnir ekki að fara út í allt þetta var mjög diplomatist og allt þetta en allavega computer says no foreldrarnir ákveða að fara fyrir utan Áskar, það er svo fyndið og sátt að það voru 22 landsliðsþjálfarar sem að vildi ekki, eða sem sagt mótmælti þessu og töldu það að ég hefði ákveðið að fara fyrir utan Áskar, sko, ég vildi ekki eins og fara fyrir utan Áskar, en samt fæ ég hólskefluna, ég vildi fara og dripla körfubolta fyrir utan skrifstofan hjá KKÍ og fá þá bara út til þess að tala við stelpurnar og foreldrarna, en allavega mér er kennt það ég reyndar tók eitthvað viðtalarna í fréttunum og það er kannski ástæðan fyrir því að menn ég hef verið einhver svona skotspot og KKÍ segir bara já, en þetta er svo stór ákvörðun að það þarf að ákveða þetta ástþingi og ég segi bara, já, býtum við stelpur að keppa inn á þessum mótum sem einstaklingar, akkur með ekki koma sem lið og þið verðið eiginlega að gefa mér svar veist, ég er alveg tilbúin að fara eftir reglum ef ég get rökst þetta og tala við þar og sagt þeim Af hverju? Af hverju? En sko, þetta er svolítið 2 spurningar. Það er annars vegar þetta með landsliðsþjálfarana sem skrifundir og síðan þetta með af hverju þessi þörf fyrir að vera að keppa móti strákum. Það er eiginlega önnur spurningin. Hinn spurningin er... Haltu þessu, þetta er ADD, af því ég þarf að komast síðan á hvernig þarf að fá hugmyndina með droppið. Já. Það er það sem ég ætla að klára, fyrirgeðu. Bara mynda því að þetta er góð pæling líka. Svo fara þær fyrir við bara í gegnum þessi 2 ár sem líða á milli þessara ársþings og svo fyrir við með tillögu og við erum með tillögu sem við ætlum að leggja til núna, sem sagt fyrir ársþing núna sem er þannig að stelpur með að spila með strákum strákar með að spila með stelpum ef það eru forsendur eins og til dæmis keppni við hæfi, þú veist, fámenni lega, eitthvað svo leiðis en það þarf að vera rökstutt og mótanemnd þarf að taka það fyrir og svo getur þú bara spilað, blöndu lið og allt þetta en svo er það þannig í körfunni að það bara útlita túneringi síðasta túneringin og þá getur það liðir raunur bara stíð út og það þýðir það raunur bara það þetta er ágætist til að vegna þess að þá færðu tjendir Íslandsmeistara og þeir sem þurfa á þess að halda að þeir geta þá gert þetta og það er ekkert rosalega margir sem munu nýta sér þetta því að kerfið sjálfum sér er ekkert slæmt í dag en ef þú ert með einhverja svona átlæðara þú veist, þá þarf að hugsa það menn að sko, mér fannst sko strákarnir alltaf kenna stelpunum langbesta leiðin til að þjálfa stelpunar og auka virði þeirra, það er bara því að strákarnir voru betri, ef það hefði verið einhverjir aðrir þá hefði það bara verið þeir sem við hefðum viljað spila móti strákarnir kennaðum þetta, þess vegna leiti ég svona vel út sem þjálfari þú veist, það voru strákarnir sem kennaðum þetta Þannig að ástæðan fyrir að það þú ekki bara farið í eldri og eldri stelpur í kvennaflokki er að það fer að vera bara skrítið á einhverjum punkti. Það er bara rosalega skrítið og ég tók strax eftir því þegar við fórum í árið þarna undan að þá bara pökkuðu þær svolítið inn í teig og mínar voru svo litlar að þær þurftu að skjóta fyrir utan meðan að strákarnir voru tilbúin að elta þær út allan völl og þetta var miklu svona leiklíkara. Þetta er miklu meira flæðandi körfubolti. Já, þú bara algjörlega mitt faglega mat að þar urðu þær góðar en svo var ég líka bónusinn við þetta var það
það að þetta var svo gott tækifæri fyrir strákana til að upplifa stelpur og jafnis grundvelli. Þannig að þetta meiri háttar pæling. Ég fer ekkert ofan að því. En anyway, ég alltaf að útskýra fyrir stelpunum, ég alltaf að narrata fyrir þeim. Þú veist, ég að segja, þetta það sem í gangi, hvað finnst ykkur það? Svo á einhverjum tímapunkti, þegar þessi tillaga fer inn frá okkur, sem reyndar var ekki fyllt eftir af ég bara komst að því of seint, að þeir höfðu ekki mætt til þess að presentera þetta sjálfir og þá var einhverjir aðeilir hjá KKÍ sem tóku þetta inn og þetta var bara afgreitt og svo bara hafnað. Að þá ég að útskýra það fyrir þeim og ég sagði við þær stelpur, það verður haldið ársþing eftir 2 ár og þá myndi ég halda, það væri mitt faglega mat, að þið ættuð ekki, þú veist, þá komið testósterinn hjá strákunum og svona, þá fer þetta að vera kannski pingu skrítið að spila múti þeim. Þannig að þetta bara búið, en hvað ætlið að gera? Þú veist, ætlið þið trúið á þetta, ætlið að halda áfram að berjast fyrir þessu og ég sagði við þær, þið verða átt ykkur því að langflestir þeir sem taka sér einhver svona mannréttinda baráttu og svona, þú heyrir bara að tala sigurvegarana. Og þá segi ég þeim söguna af Pete Norman sem var Ástralinn sem að lendir í öðru sæti í 200 metra hlaupinu 1968. Tommy Smith og ég man ekki hvað hinn gaurinn hét sem að tóku Black Panther Salute. Manstu getur þessu? Já. Og sagan nefnilega alveg skemmtileg með Pete Norman því að það verður náttúrulega allt brjálað þegar þeir eru að mótmæla aðskilnað, þetta svona civil right protest og fátækt og allt þetta. Og þeir eru náttúrulega bara ostracized og scrutinized og allt þetta og Pete Norman fyrir aftur til Ástralíu og hann var gaurinn sem stakk upp á því að þeir væru bara með hanskana sig ykkur megin, hann var með eitthvað Olympic Solidarity badge á sér, þannig að hann tók þátt í mótmælunum, fyrir aftur til Ástralíu, það sem apartheid og hann bara tekin í nefð aðskilnaðarstefnu í Ástralíu og bara record shows, hann oft Ólympíulágmarkinu, ég held að 13 sinnum sem hann Ólympíulágmarkinu fyrir Ólympíuleikana 72, en hann bara látin sitja á hakanum og svona gengur þetta og hann í raun og veru í þetta skít bara í mörg ár, Ólympíuleikarnir árið 2000, þá verið að mynda einhver svona committee af fyrirverandi ólympíumeisturum og virtustu íþróttamönnum Ástralíu og honum aldrei búið með og hann bara ennþá að skamma sín. Svo deyr hann kringu 2016 kemur ástralska ríkisstjórnin, biður hann dáinn reyndar og bara fjölskylda hans afsökunar á því sem í gangi. Og pointið mitt var í raun og veru það, þið verða átt ykkur á því, eða þú allir einhvern svona fight og ef þú trúir á eitthvað og það einhver mannréttindi og eitthvað í húfi, ekki halda að þú standir uppi sem sigurvegari. Það ekki það sem þetta gengur út að þú ert ekki að fara inn í þetta til að vinna. Þú ert að fara inn í þetta því þú veist fyrir hvað þú stendur. Okay. Og þar held ég, og þetta var nokkrum vikum undan, pointið var aldrei að protest, ég var bara að segja þeim frá íþróttamanni sem að tók einhvern fight og vann ekki. Og svo náttúrulega eru þær bara fyrir hausinni teim og fullt og allt þetta og svo þegar ég að ræða við þér og segja við þér þetta svo glatað að þú veist, það allt og fáir foreldrar sem ætla, þú veist, foreldrar eru ekkert rosalega, þetta hvað var fyrsta spurningin sem þú varst með þarna áðan, þú veist, við erum allt og drillu til þess að standa í röð og þetta cultural conformity, allir eins og engin öðruvísi og allt þetta og ég upplifði þetta náttúrulega rosalega sterkt í foreldrahópnum hjá mér að fullt af foreldrum voru sammála en það voru allir bara svona, erum við að fara í einhvern fight? Ég bara nei, við ætlum bara að standa í fæturnar, þú veist. Það ekki fæt, það bara standi í fæturnar, svo geta einhverju slegið þig, þú þarft ekki að slá tilbaka. En fyrir hvað stendur þú, Þarna... Þetta rosalega saga, ég veit ekki, þetta pingu erfitt, Ég ekkert eitthvað drillaður í því að vera að útskýra þetta svona... Nei, þú ert að gera það vel. Við höfum takað pissupásu. Já, gerum það. Pissupásu, ekki? Já. Herru, hvert þú komin? Mér langaði aðeins að spyrja það út í þetta, við erum búin að vera að tala um þetta sem gerist með, stelpunar þegar það droppa medaljónum. Það ekki dálítið svona svo maður sletti svona blatantly obvious eftir á að það eitthvað rosalega rangt við það hvað lítið tala við þær. Það alltaf verið að gefa sér að það séu bara heilalaus
verkfæri einhvern veginn, því maður hugsa, þegar ég horfa á þetta ferli og ég var náttúrulega aðeins inn í því á sínum tíma því ég þekki og síðan þegar ég horfa á þessa mynd þá er það fyrsta sem ég veist bara djúvill þetta magnað þetta atvik magnað og að umræðan það sé bara að það sé einhver vondur gæi heilaþvoðir svo skrítið hvar umræðan þú veist vá hvað geggjaða einstaklingar á þessum aldri sé að finna þetta hjá sjálfum sér og það bara hvernig þetta gert og allt, mér finnst svo sérstakt það var svo mikið klassi yfir þessu hjá þeim líka sko. Mér finnst svo sérstakt að hvaða, þú veist, og svo náttúrulega sér maður í myndin að það eitt foreldri sem verður alveg brjáluð og væntanlega voru margir mjög brjálaðir eftir þetta, ekki? Nei. Ekki? Hún var úr 2 svo fekk ég reiðilestur þegar ég var komin heim En þá er ég ekki að tala bara foreldra en heldur út í samfélaginu. Já, og það var, mér alveg saman það, sko. Ég meina, það fólk sem vissi ekkert hvað í gangi og svona með alls konar forsendur sem fólk gefur sér og svona, þú veist, það þýr ekkert að vera að pæla of mikið í því. En aðeins þær aftur, hvernig fyrir þær að hafa fengið allir þessa athygli í fjölmiðlum og... Núna? Já, bæði núna og líka bara núna reglulega í gegnum tíðina. Já, ég veit náttúrulega ekki með stelpurnar sem mega ekki vera með okkur, sko, og þær sem eru ekki með okkur. Og sem að splittuðust út úr liðinu. Já, sem splittuðust út úr liðinu. Af hverju splittuðust þar út úr liðinu? Af hverju splittaðist liðið? Já, það var bara vegna þess að, og það var svo áhugavert, þannig að ég kom þegar Stjarnan droppar meistaraflokki kvenna að þá sko stíg ég inn í einhverja Facebook-grúpu eitthvað svona og ég segi bara eitthvað svona eitthvað, þú veist, þurfum við meiri sönnun fyrir því hvaða mikilvægt fyrir stelpunar, að við ölum stelpunar okkur upp snemma í því að tækla nautaskítin. Þú veist, er eitthvað sem meira bara blatantly obvious eins og það? Að því að sko, svo talaði við stelpur sem voru í liðinu, brjálaðar, og ég var alltaf að reyna að hvetja nokkra til þess að gera eitthvað. Verið fyrirmynd fyrir stelpuna mína, þú veist, ekki láta, þess að Stjarnan segir, þegar þetta lagt niður, þeir segja, ástæðan fyrir því að liðið lagt niður var vegna þess að það eru ofáar heimastelpur í liðinu. Sko, Stjarnan kallaliðið hefur mælst með sko minnstar spilaðar mínútur af heimamönnum. Ok, númer 2, of dýrt. Þetta Stjarnan sé ódýrasta liðið í deildinni. Ég trúi að það væri með dýrari liðum. Mennur kallaliðið? Kallaliðið, mjög dýrslið. Og svo erum við að tala það að það hefur svo margir hætt úr stelpuliðinu. Það voru jafn margir sem hættu ekki fleiri strákamein, eða hætt, sem bara ekki á samning. Og þá bara, sko, hugsaður að það hefði verið strákalið. Þetta heldur að strákalið hefði einhvern tímann verið lagt niður á þessum forsendum. Og ég ég trúði því ekki að þetta væri í gangi viku eftir að stelpunnar eru komnar inn í Stjörnuna. Ég sagði bara, þvílíkt PR disaster fyrir Stjörnuna. Og enginn, þú veist, sagði neitt í liðinu. Það kom einhver svona, það voru nokkrir, ég ætla að reynda að gefa nokkurinn kredit fyrir það, voru svona einhverjir sem höfðu samviskið það að segja, þetta er rugl, þetta er bull, sjáu þetta ekki. Bara innan klúbsins. Já, og pældi því sko, nú Stjarnan fyrirmynda félag og þú veist, og þá þarfst að vera með reksturinn í lagi og þú þarfst að vera með jafnréttið í lagi og allt þetta og það bara, þú veist, þetta er bara orðin tóm. Og það sem mér fannst aðstoðarþjálfariðin, Bergþóra ekki? Já. Mér fannst hún kom alveg einstaklega vel út úr þessari mynd. Af því í gegnum hana, þú veist, hugsaði ég þannig verið að lýsa einhverju sem kon að lýsa, sem ég á dálítið erfitt með að skilja sem kallmaður. Já. Einhvern veginn. Ég skil það mjög vel. Og hún, einhvern veginn, þess vegna finnst mér svolítið, sko, ég hefði einhvern veginn búist við að flest allar konur sem tengjast körfubolta, sérstaklega eftir að sjá hann í myndinni og hvernig hún tjáði sig, myndi hugsa að þær veru sammála henni. Maður upplifir einhvern veginn, þú veist, það voru kvenkyns landsliðsmenn í körfubolta sem stigu upp og gagnrýndi þetta mjög snemma eftir að myndin kom út. Heldur betur. Hvað ég nenni allar að láta að draga mig ofan í þetta, sko, því að þetta er bara svo maðgetið allt saman. Þetta er bara, þú veist, þarna langar mér bara að segja, heyrðu, bara höldum áfram, bara breytum þessu og verum ekki að velta okkur mikið upp úr þessu. Nei, sammála, en eins og þú sagðir á það. Því að ég held að sjá þetta allir, ég held að við, sko, málið er
þó að við séum eitthvað að rýna í þetta, þá ekkert nýtt að koma í ljós, þú veist, við erum þá bara að tala eitthvað sem í raun og veru allir sjá. Ég búin að læra það einhvern veginn í gegnum tíðina að sko, ef ég búin að læra eitthvað á þessu, þá það bara það upp úr skotgröfunum, bara ELE, Jackie Moon, Everybody Love Everybody, mannst þetta þeirri mynd? Þú veist, bara ELE á pakkan, þú veist, ég ætla ekki að vera að sitja mig í eitthvað sæti að vera að dæma þetta lið, sko, hugsaðu þegar ég að stofna FSU, ég man svo vel eftir því að hugmyndin mín var svona, djöfull ég ánægður með það að ég þurfi ekki að vera að starta einhverju stelpulið líka hérna. Ég man eftir að hugsa það vegna þess að ég bara veit ekkert hvernig ég ætti að takast á við það og díla við það og whatever. En hérna vinur minn sem ég þjálfaði þegar hann var 12 ára, Albert, hann kendi mér eitt, hann sagði sko Brynjar, hann var einhvern tímann að skamma mig sko, hann sagði Brynjar, þú verður að áttaðu á því hverju þeir treyst fyrir. Veist, og ég fatta það, mér treyst fyrir sko körfubolta og þú hefur ekkert val það að stíga inn og sýna gott siðferði og fara gegn straumnum ef þú heldur að það sé rétt og allt það bara upp á einhverja svona eigin hagsmunagæslu og allt það, eða fara gegn einhverja svona eigin hagsmunagæslu og allt þetta. Þannig að hérna, ég bara svo heppinn að eignast dóttur og fara af stað í þetta og fá að kynnast þessu og til dæmis bara eitt, menn að ferlið hjá mér til dæmis þannig að þegar ég sem sagt stig inn í þetta, þá verð ég til dæmis mjög sakbitinn og svona vákvað við kallarnir eru ömulegir og vákvað þetta mikið feðraveldi og eitthvað svona og bara þú veist, ég tók undir bara sumt af því að það væri bara kallar sem væri að standa í vegi fyrir því að þessar stelpur kemist áfram og svona, svo bara þegar ég fer að taka þátt í þessu, að þá bara eru sko mömmurnar ekki síður hindrunin. Af hvaða leiti? Já, þú veist, þegar ef þú ert til dæmis kona sem hefur aldrei fengið einhvers konar þjálfun í því að fara gegn straumnum eða, þú veist, þú ert bara sætt og ljúf og góð og eitthvað svona, þá ert þú kannski ekki með rosalega mikla tilfinningilega heimild fyrir því að standa í einhverju stappi þegar að stelpa þeim ætlar að taka næsta skref og push the envelope, sko, eða brekka hérna, eða stækka eða breyta viðmiðinu. Nú ætla að koma með smá tillögu. Þú, gefið mér þá feedback hvort það sé tómt þvæli á mér. Þegar ég horfa á þessa mynd, þá þetta fyrsta sem að ég hugsa og það ástæðan fyrir að þetta að valda svona miklu umtali í samfélaginu. Það þetta bílaða intensity. Það að segja, það sem ég held að sé ofta stöða þá sem á móti sig jafnvel. Við erum... Intensity hjá... Ég ætla að klára. Við töluðum tilganginn í byrjun. Það eru bara svo margir held ég sem eru að mæti vinnuna sína og þeim hundleiðist vinnuna sín. Lífið bara orðið ógeðslega grátt. Þetta allt aldrei leiðilegt. Svo sérð allt í einhvern einstakling sem að þjálfa stelpur á þessum aldri og það sko ekki hægt að sjá meira urgency í því. Það ekki hægt að sjá meira intensity í því. Það bara allt sem skiptir máli. Það getur alveg stuða mig ef það eitthvað partur af mér sem hugsa ég bara hérna síðustu 20 ára bara ekkert búið að skipta máli hjá mér. Og þá ef ég ekki þeimun meðvitaður um að segja, ég ætla að nota þetta til þess að reyna að bæta mig, þá fer þetta rosalega í taugarnar á mér. Þetta triggerar mér rosalega mikið vegna þess að þetta á einhvern nátt spegill á mig. Það lætur mig sjá hvað ég lítið einhvern veginn lifandi í mínu lífi. Þetta þvæla á mér. Ég held að þessi heilmikið til í þessu. Og þá ég svolítið að meina mitt líka með foreldrana. Að þetta getur verið svolítið harkalegt fyrir foreldra að sjá, ok, barnið mitt að fara í þetta og ég alveg að fara að sjá að barnið mitt meira sér bara að taka dálítið vel í þetta. Hvað þýðir það fyrir mitt líf? Þá þarf ég svolítið að fara að stíga minn leik upp og ég kannski bara ekki tilbúin til þess. Hugsaðu hvert við erum komni núna. You wanna see how deep this rabbit hole goes. Ég veit það. Það ekki? Því það náttúrulega eitt af því sem þú ert búin að vera að æfa þig í. Þú ert með fyrirtæki sem heitir G-Habit, þú ert að kenna fólki markmið. Þannig þú ert búin að vera Það grunnurinn að svona mental training. Já, það ég að meina að segja þetta sé svona markmið. Ég ætla að segja að þú sagðir einhvern tíðan hérna áðan að þegar þú var að mæta á leikina þá þyrftir í stundum næstu því að bara svona
reyna að svona íta þér upp til þess að geta öskra þarna bara inn í þetta þunglindi sko. Það er ég meina það sem kannski fólk skilur ekki alveg þér, þú ert náttúrulega á einhvern veginn búin að vera að æfa þig í urgency, þú ert búin að vera að æfa þig í að allt skipti máli. Já, og æfa mig í því að láta ekki stoppa mig þegar að maður finnur einhver svona finnur taumhaldið sko. Þegar að menn ætla bara, heyrðu, þú ert öðruvísi, já ég veit það, deal with it sko. Algjörlega. Ertu með einhverja þín megin, því þegar maður er öðruvísi og er að stíga gegn strömmnum og segir bara deal with it til að halda áfram, ertu með einhverja þín megin sem eru samt stundum að leiðrétta þig og segja, ertu að grínast, ég er með grimma þjálfara á mér sko, annars gæti ég þetta ekki sko, grimma þjálfara. Því mann þegar við vorum að kynnast fyrst að þá mér fannst svæðislegt að fá feedback frá þér og alls konar, en þá sagður við mig vantast stundum feedback. Já, það er aldrei merkilegt sko, ég kaupi mér þjálfun og ég vingast við menn sem hafa litla sympatíu fyrir mér. Ok. Hvað felst í því að hafa litla sympatíu fyrir þér? Já, bara er ekki meðháður mér í einhverju væli, sko. Segja mér bara að óna skítinn minn og... Það komst orð sem ekki margir nota, meðháður. Meðháður? Flest að tala meðvirkni. Meðháður. Sko, ég myndi segja meðvirkur væri orð sem ég nota ef ég fær inn í búniskleif og segja, er ekki allir með? Er ekki allir virkir hérna? Er ekki meðvirkir? Hvaða hálfviti Þetta er frábært orð, meðháður. Já. Þú veist, co-dependent, eða þú ert dependent, þá ertu háður, eða þú ert eða þú ert meðháður og þá skilur fólk. Þú þarft að... Það fyrir að breyta þessu orði. Breytum því hér með, hvað er kameran? Kameran þarna, með þín. Það er búið að leiðrétta þetta kemur bara úr stjórnaraðanu, út með meðvirkur, inn með meðháður og þá skilja allir hvað er í gangi. Há rétt. Meðháður, ég ætla bara að nota orð. Já. Því þetta skýrir miklu meir en hitt orðið. Þá fattar allir hvað er í gangi. Já, þannig að þú vilt vera innan fólk sem er ekki meðháð þér. Já. Það er best. Er það ekki dálítið hætt á því stundum þegar maður er með þjálfar og maður er vanur í að vera að segja öðru fólki til og maður er vanur í að stýra að maður gleymi þá, veist, að það sé einhver sem er þá kannski að kóta saman sjálfan? Stórhættulegt. Stórhættulegt. Þannig verður til kannski smá megalomania og eitthvað svona dott. Já, og líka bara skilur þú veist, við erum á autopilot allan daginn, sko, þú veist, og svo þegar uppteknum menn og menn með mikið ambisjón, sko, þeir gleyma að klifra upp í tréð og aðeins að tjekka bara hvar ertu og þú þarft hennan áttavita og þú þarft þennan leiðsögumann, sko. Já, sagðir eitthvað til mig þeir voru svona nýbúnar að kynast, þá sagðir ég er T-sella. Ég er drápsfruma, Sölvi, þú ert heilafruma. T-sellurna þurfa heilafrumu með sér. Ég man svo margt af því sem þú hefur sagt við mig að því það satt í mér. Já. Eitt af því sem satt í mér sem að ég saði síðan inn í þætti þegar ég var með Begga Ólafs. Hann er alveg bara, hann var í marga vikur að pæla í þessu. Það var þegar þú sagði við mig að þú ert alltaf að fara að fá sársauka. Þú verður bara að velja hvort það er pain of discipline eða pain of regret. Nákvæmlega. Þú er átt mörg gullkott. Nei, ég er bara sammála þessu ennþá í dag. Þú ert heilafruma, það er nefnilega. Og nákvæmlega þetta, alltaf að rýna í þetta dótari, sko. Svo kemur T-sellan og alltaf bara íkrabba minni. Já, heilafruman færir stefnu, færir kompás. Já, og svo þarf þetta alltaf að vinna saman, sko. Svo þarftu vöðvafrumu og allt þetta. Og við erum tengd, sko. Við þurfum að vinna þetta saman. Hvar er liðið þitt statt núna? Þú sagðir að það splittaðist upp. Já. Hvar er, þú veist að þessi myndir í raun og voru á ákveðin hátt dálítið mikið að tala um hluti sem voru fyrir nokkrum árum. Já, svona 2 árum. Já, hvar er þetta núna? Nú er bara verkefnið upp á Kjalarnesi. Ég er að þjálfa 10 og 11 ára stráka. Og svo er ég með stelpurnar og það eru komnar nýjar stelpur í lið, það eru orðnar 10 og það er búið að ganga rosalega erfilega. Það má senda strákatímin, það má ekki senda stelpurtímin. Akkur ekki? Af því að ég er stór hættulegur. Það má alveg pönkast í strákanum, sko, en það þarf að passa upp á litlu blómin okkar, stelpurnar. Það er rosalegt atriðan í myndinni þar sem að pabbi einnar stelpunar fyrir að gráta og það er rosalega fallegt einhvern veginn, hvernig maður skynjar svo rosalega sterkt hvernig hann horfir á breytingun á stelpunni sinni eftir hún. Já, hann er líka að horfa á þetta, sko, þarna er stelpa sem að fengi hvergi breyk. Einmitt. Og
og það svona aftur, það svona þetta svo óvægið þegar verið að kalla þetta eitthvað elítprogram sko. Það er engin valinn inn í þetta. Nei. Ég man, það er einhver það er skólastjóri í gamla skólanum mínum sem að hefur farið mikið á samfélagsmiðlum og er eitthvað að segja það við séum að ég sé að velja inn í liðið einhverja stelpur sko, því að það kom ein mjög stór stelpa inn í liðið hjá einhverju tímapunkti, en þegar ég var komin í IR þá var ég alltaf, sko, þetta var svo erfitt sko, ég þurfti að velja sko foreldrana, af því að ég var orðinn svo kvektur sko, ég var farin að átta mig á því að ég þurfti ekki nema 1 eða 2 foreldra inn í hópinn sem bara getur sprengt þetta allt saman og þá var ég stundum að hugsa sko, ég verð að fá fólk inn í þetta sem í raun og veru höndlar þetta. Og þetta er það sem er svolítið erfitt inn í, sko, þá má alveg skoða þetta inn í íþróttasamfélaginu, sko, að það er svo erfitt að vera með ákveðna stefnur, sko, þú veist, inn í félaguna, því að svo bara, ég gefa það dæmi. Ég var á fundi með barna- og unglingaráði einu félagi sem ég var að þjálfa og þar var kona sem ætlaði að fjölskylduvæða bara íþróttir. Hún vildi bara engar íþróttir helgar, engar íþróttir á föstudagskvöldum og bara þetta átti að vera fjölskylduvænt. Og sama fundi er bara einhver svona, hvað maður að segja, svona einhver soccer dad sem ætlaði bara syni sínum að bara taka upp kindilinn þar sem hann skildi við hann og hlaupa með hann í mark. Þú veist, eiginlega bara hans kindil, sko. Og þetta er svo mikið kontrast og þetta er inn í sama félaginu og þú verður bara bilaður að inni, sko. Og þú veist ekkert hvað þetta er. Svo þegar ég kem inn, alltaf með rosalega skýra stefnu og það sem er í gangi, að þá get ég í raun og veru bara búið til svona lítið Vatikan og svo sendi ég, skilur bara, þetta er svo Vatikanið í Róm, þetta er bara ríki í ríkinu og þannig var dálítið þetta lið sem ég var með, af því að það var enginn að segja mér hvað þetta átt að vera, hvernig átt að gera þetta, þannig ég gerði þetta bara svo ég vildi gera þetta. Svo vill fólk einhvern veginn koma með sko sínar hugmyndir það hvað íþróttafélag á að vera og þú átt bara að þjálfa alla og nefnilega í IR voru 2 lið og ég var alltaf að hugsa sko ef að við erum að geta haldið þessu áfram að þá þarf fólk að vera tilbúið að skuldbinda sig, þú veist, en það er bara, nei, þetta er bara íþróttafélag, þú verður bara að taka dóttímina, þú átt að þjálfa alla og þá er maður bara svona þú veist, þetta er ástæðan fyrir því að manni langar þetta ekki sko. En þarna kemur kannski svona á einhvern nátt valið gagnrýni sem er þetta hendar kannski ekki öllum síðan er einhver sem býr bara já, nei, við erum ekki að tala um það þarna af því ég skil það að það hendar ekki af því að í IR, þar voru 2 leiðir þú veist, það var þessi hraðferð og svo var þetta hefðbundna prógram, hvað sem við getum kallað það var verið að þjálfa sama aldur í því, var það þá annað þjálfari? Já, ok og það var í raun og veru þannig að fólk gat valið okay. En svo eru bara einhverjir sem að vilja fá að ráða og segja sko, skilurðu algjörlega, og þá tekur íþróttafélagið það veit aldrei fyrir hvað það stendur þannig að það er ekkert að segja bara svona þú veist, og svo, eins og til dæmis bara þegar er kvartað undan íþróttaþjálfurum og eitthvað svona að þá sko tekur íþróttafélagið aldrei ábyrgð á þessu að þá er það alltaf bara eitthvað svona þjálfarinn og þetta er alveg skert umhverfi. Já, en þetta er líka eitthvað sem þú ert að segja núna sem er í dálítið mörgum þáttum í samfélaginu, þetta með að ef fólk getur valið. Já, það verður að vera þannig. Sko, ef fólk getur valið, af hverju þarftu þá að offa valkostin sem þið líkar ekki? Skilur við? Af hverju má hann ekki, þetta er svolítið eins og þegar fólk blessunilega eru rosa margir og flestir sem eru að hlusta ánæði með þennan þátt, en það eru dálítið margir sem senda mér skilaboð og eru rosalega ósáttir við eitthvað á mér, en það bara, þér er rosalega frjálst að íta ekki á play, sko. Ég er ekki að þvingu þessu á því, sko. Punktur, og það er einhvern veginn svona á meðan þú hefur, þú veist, ef þetta væri eini ljósvaka þátturinn á Íslandi, þá væri það kannski svolítið öðruvísi, en þú ert bara með fullt af valkostum, sko. Og það er svolítið ég var svo erfitt með að skilja af hverju, ef þinn valkostur er í boði, af hverju þarf það þá að offa valkostin sem þið líkar. Ég veit það. Og þetta er svolítið það sem, þarna finnst mér fólk vera að fara að taka sér alltaf mikið vald, sem er einhvern veginn, ég ætla ekki bara að fá að nota það sem ég vil, heldur ætla ég líka að banna það sem ég vil ekki. Já, og svo er þetta oft líka alltaf þannig, sko, ef við fáum þetta ekki, þá viljum við enginn fá þetta. Það kemur líka oft inn. Hvernig þá? Já, eins og til dæmis bara þegar að sko eins og þegar við fórum úr stjörnunni yfir í IR, sko, þú veist, það var ákveðna stelpur sem voru eftir og þá einhvern veginn bara vildu menn ekki að það gengi vel
Ég skil. þú veist, þannig að þú veist, ef að við fáum ekki að taka þátt í því þá viljum við enginn fá að njóta þess Einmitt. þú veist, þannig að ef þú svona slítur þið út úr þessu þetta finn ég rosalega oft líka En hefur þú orðið var við að því eitt einmitt, það fólki full frjálst að gagnrýna og alltaf, hefur orðið var við að það sé jafnvel fólk sem að reyna að finna eitthvað á þig þannig að það sé hægt að banna þig Já. Hvernig lýsir það sér? Já, bara eins og í því að það séu stelpur traumatæst eftir mig og þú veist, og ég veit alveg hvernig þetta er, þú veist, við erum með 8, sko, því ég var í Stjörnunni og ég var með þjálfara skóla, ég var með 8 þjálfara, alltaf með mér, allt opið og einhver getur verið traumatæst á þess að einhver sæi það, þú veist, og þá er þetta, þú veist, og ef það er málið, þá er svo rosalega margir sem eiga að vera ábyrgir fyrir því, þú veist, en hjá mér er þetta alltaf þannig, ég set ekki kröfur á stelpur eða krakka sem er ekki færum að taka við því og það er svona þurft að skilja eftir að því að það er svo mikið lítilsvirðing í því að vera bara gera rosa kröfur hér, rosalega beinskittur og harðu hér og eiginlega ignora hér þú veist, en þú veist það hafa verið svona hlutir og svo náttúrulega bara þetta síðasta sko með að einmitt að ég sé hérna elitþjálfari og sé afreksvæða og eitthvað svona, þetta eru bara rosalega fleipur sko og ég bara skil ekkert í því hvaða fót, eða þú veist hvað menn fá einhverja fótfestu í það sko. Hugmyndir það? Já. Og enginn mætt og talaði við mig og enginn hringdi mig og hvernig er þetta? Það bara farið í útvarpsþætti og eitthvað skrifa einhverja greinar og svo er ég bara hér og bara, komdu bara að tala við mig, sjá þetta. Nú er einmitt, þú myndist aðeins á það í einhverju öðru viðtali, mann ekki hvort það var Hermageddon að Kastla sem við talum og það er náttúrulega aðrir hlutir búin að vera að gerast í körfuboltareyfingunum og undanfarið sem snúa kvenmönnum sem eru bara alls ekki góðir. Já, akkur stíga menn ekki fram þar? Það er þar sem ég ætlaði að fara að spyrja. Já. Hvað geðs ég gera þetta? Akkur fær þetta svona, þú veist, þjálfunar aðferðir mínar er bara orðið, bara situr hérna samfélagi bara á hliðina. En svo er alls konar hérna vippi í gangi og... En segjum nú sem svo að, þú veist, þegar þessi þáttu verið loftið, ert þú þá alveg vissum til dæmis að það sé ekkert barn eða einhver foreldri sem að myndi hafa samband við mig og segja, heyrðu, barnið mitt er traumatiserað eftir Brynjar? Það kemur svo sem þetta ekkert á óvart, sko, en þetta er ekki stór hópur, ég veit alveg hver þetta eru, sko. Og lítur þá á, í flestum tilvikum að þetta sé þá að foreldrarnir sé ósátt við þig? Sko ég er og var sérstaklega ég er búin að slípa það til að því að ég sé það gengur ekki, ég er ekki að fara að konfronta foreldra eins og ég konfrontaði þessa foreldra, ég var foreldrafantur og hérna hélt bara að það væri, þetta þyrfti að vera mjög skýrt og krefjandi og beinskitt, ég hafði gríðarlega trú að því að fólk hérna væri tilbúin að óna skítin sinn þegar kemur að því að ég myndi hjálpa fólki með uppeldi á krökkunum sínum að því að ég gef mig út fyrir það að vera bara engar færi í því að hjálpa kvíðabörnum til dæmis. Það er bara mitt sérsvið. Akkur er þitt sérsvið að hjálpa kvíðabörnum? Ég er bara rosalegt kvíðabörn sjálfur. Já. Sturla kvíðabörn, sko. Hvernig líst það að sé? Ég er mjög orkumikill, þannig að þegar mitt sympatíska kerfi fer á hliðina og ég fer að hafa áhyggjur, þá er það bara eldgos. Það er bara þannig. Þú ert þannig líka. Já. Það er mikil orka í þér og þetta er bara þetta heldur ekkert sko. Er þá ekki eitt af því og það er það annars sem bara við hugsaum sjálfa mig sko að eitt af því sem hefur örugglega valdið mér miklum kvíða og er jafnvel stundum menn að gera það er að aggressjónin bælist inni og þú verður svona passiv-aggressífur. Já, þannig að þegar ég horf á myndina og segir bara sé hvað við höfum öll gott að fá hleypi sér aggressjón út á réttum stað á réttan hátt. Það er bara að það er eitthvað eitt sem ég held að myndi hjálpa geðheilsu íslensku þjóðarinnar, þá væri það fucking fá að vera aggressífur á réttum stað á réttum tíma. Það er, maður má ekki. Akkur má það ekki? Jú, þetta er minn þáttur, mínar reglur. Ég segi það, já. Mátt þú það bara? Já, ég segi það sem ég vil hérna. Sko, konur hafa labbað inn, mömmur hafa komið inn og pappar, en reyndar sérstaklega mömmunar hafa komið inn í hópi hjá stelpunum mínum. Það er sko einróma álit að þetta sé dramalausasti hópur sem fólk hefur hitt. Og þetta er það sem ég sé, þannig að ég er alveg bara, ef ég fæ þetta feedback, þá er ég bara meira ruslatal. Keyrum þetta í gegn. Það sem ég hugsa stundum þegar ég sé fólki sem er inn í Mjölni að æfa glímu og MMA og eitthvað svona, það er bara rólegast að fólk sem ég þekki. Ég veit það. Af því að hleypir aggressjónin út. Ég veit það. Og þetta er alltaf eins og hjá okkur, þá er þetta bara pælt í því. Þetta er svo leiklista æfing.
þetta ekkert annað en leiklistaæfing og það bara fasistatinn ætla bara að mæta og segja það má ekki æfa leikritið sko. Þetta er ég að koma mér í einhver vandræði hérna núna? Ég veit ekki. Nei. Hinga til hefur... Ég nenni þessu ekki, ég nenni ekki einhverjum Sölva Tryggva og Harmageddon og allt þetta, mér langar bara að fá að halda þessu áfram. Látt ekki svona, þeir langaði að koma hingað. Já, ég veit það, en skilur, þú veist, að þurfa að vera að ræða þetta, þú veist, tölum frekar eitthvað annað, sko, þú veist, við eigum ekki að þurfa að vera að ræða þetta svona. Nei, en ég verið samt að segja, mér fannst samt full þörf á því. Já. Mér hefði bara mikil umræðum þetta, að það kæmi allt í einu svona aðeins meira longform þar sem að þetta útskýrt aldrei betur. En það er svona vildi ég hitta þig fyrir 3 árum síðan. Já, einmitt. En svo er bara pælingin þessi, sko, að hérna, ég að vona að þetta gangi bara yfir sem fyrst og við fáum bara tækifæri til þess að halda áfram. Og þá geta bara allir sérfræðingar landsins mætt þarna og bara hort á þetta. Hvað sérðu fyrir þegar þú talar að halda áfram? Mundur þú vilja gera þetta íþróttafélag þá þannig að það sé, verði til fullt af flokkum og þú sért ekki að þjálfa á alla? Sko, draumurinn minn er þessi og ég ætla bara að taka það fram. Sko, því líkur annar eins stuðningur hef ég aldrei fundið á ævinni. Eins og stuðningi sem farið hvaðan? Bara sem sagt, fólki í samfélaginu og svo höfum við núna verið aðeins að dusta ríkið aftur af því að finna sem sagt vöruhúsið. Mér vantar notabene 1000 fermetra plus með 7,5 metra lofthæð til þess að innrétta sem körfuboltavöll. Ég er með sem sagt portable lausn á því hvernig við getum sko komið hérna parketti og körfum og dóti inn. Og þar langar mig til þess að vera með svona hérna lítið sett, lítið mengi og vera með þjálfaraskóla. Og það vil ég að verði sko, fyrst og fremst verði það stúdía og vænti þess að það verði síðan legacy. Þá get ég hvatt þessa íþróttasenu. Og ég meina hugsa það sko, það er ekki ég sem er að keyra þetta áfram, það er þessi núningur sem er bara, ég verð að halda áfram, ég get ekki hætt, við verðum að hérna fá tækifæri þú veist til þess að sína fram á þetta sko. En þú sagðir, ég held að það verið í endan á Kastljósviðtalinu og talaður að hversu traumatiseraðar eru stelpunar ef ég myndi hætta, það er ekki að fara að gerast á minni vakt. Nei. Þegar þú segir alltaf yfirgefa íþróttarhreyfinguna, hver er svona skuldbindingin gagnvart þessum stelpum, ég meina, hvað ætlar að fylgja þeim lengi eftir? Ég þarf bara að taka það mánuð fyrir mánuð, þegar ég mun alveg finna það og svo held ég líka sko að þegar að þennan fær meiri virðingu og svona að þá verði auðveldra fyrir okkur að finna einhvern sem sko, ímyndaði það sko, dóttir mín, hún er búin að vera með pappa sinna að þjálfa, sko pappin er búin að þjálfa hún í 7 ár, ég held hún sé að fá ógeða mér sko. Á köflum sko. Það kemur ekkert óvart. Jesús minn góður sko. Það er náttúrulega bara að gera krakkanum þetta sko. Hversu góða? Hugsaðu, við erum búin að vera saman upp á dag inn í kyndiklefanum þú veist, í 7 ár. Og hvernig er sambandið ykkar? Þú voru bara að tala við hana. Ég elska hann út af lífinu sko. Þetta er allt fyrir hana. Þú veist, svo bara koma vinkonur hennar og þetta eru bara svo dætur mínar skilur þannig að þú veist, menn vera líka aðeins að setja það í pingu samingi sko, ég er pappi þarna líka sko. Ekki það er enda að ég sé eitthvað að setja minna effort í þetta. Nei. En hérna mér langar svo að traumatisa allar vinkonunnar líka sko, þú veist. Þetta er svo bila sko. Hversu góðar eru þessar stelpur í svona meðan við jafnaldra sína, þú veist, eru þær er líklegt að einhverjar þeirra getur náð mjög háu leveli alþjóðlega? Ég pælir rosa lítið í því. Nei, það er í raun og veru, þú ert ekki að hugsa um það. Nei. Og ég til dæmis sko eins og með strákarnir mín í FSU og svona, þeir geta sagt þér það, ég var alltaf að hvetja þá til þess að hætta þessu síðan sko. Ég segi strákar, þetta er svo að vera að spila í einhverju kakkalaka deild, skilur í einhverju pornverksmiðu, einhver stað, skilur bara hætti þessu sko, farið að gera eitthvað að viti sko. Þetta er, veistu það, þetta er algjörst dóp, þessar atvinnu íþróttir og allt þetta. Hvernig nennir þessu? Hættið að horfa á enska boltan. Þú veist, hættið að horfa á klám og hættið að horfa á enska boltan. Farið að finna ykkur einhvers staðar eitthvað sem er alveru hérna spirit og sál og
þú veist, ég labbaði þarna inn og það bara, there's no loyalty in sports, sagði Steve Nash einhvern tímann þegar hann fór yfir í Lakers, sko. Ég sagði bara, amen, bro. Það bara mammon, sko. Þetta er bara the almighty dollar sem skiptir máli, sko. Já. Ég er ekki þar, sko. Ég elska bara eitthvað svona, einhver fyrirbæri. En samt það einhvern veginn þannig hjá okkur, ef við erum orðið mjög góð í einhverju og við getum fengið svaka mikið pening fyrir það, þá eru alla líkur á að við munum gera það. Allan í ákveðin tíma. Já. Þannig að mér hæpið einhver sem allt í henni er orðin frábæri körfuboltum 20 og fær svaka mikið að tilbúðum, segja til henni, nú er hættur. En náttúrulega fæstir af mínum leikmönnum eru þar. Já. Og svo finnst mér alltaf svo sorry þegar að, þú veist, þú ætlar að vera einhver úrvalsdeildarleikmaður, sko, langt fram eftir aldri, þegar að það er bara meðan Róm brennur og þú þarft að fara þarna út og taka til í öllu þessu bulli sem er í gangi þarna og þú ætlar bara að vera að spila einhvern körfubolta. Þú ætlar bara að vera að móka skít meðan er bara styrjöld í gangi, sko. Hvernig er Róm að brenna? Hvernig er Róm að brenna? Það er bara alls konar political correctness í gangi og það er verið að, þú veist, vannmeta börn og þú veist, það er alls konar pólitík sem þarf að hugsa og það er global warming og það er COVID og það er siðferði og þú veist, það er bara alls konar hlutir, þú veist, það er efnahagurinn og eitthvað, þú veist. Þú talar stelpunar og þú veist, þú talar svolítið að þú að þjálfa þær, en hvað hafa þær gefið þér? Þessar stelpur hafa í raun og veru bara, sko, ítt undir þá óumdeilanlegu staðrind, sko, og uppörvandi staðrind að fólk getur upphæfi lífsitt á meðvitaðan hátt. Þú veist, eins og bara margir af þeim krökkum sem ég hef verið að þjálfa, þú veist, ég er að sjá stelpur taka þvílíkum framförum, challengea sig, taka þátt í þessu rugli, sko. Það er raunveru þær sem stofnaði þetta félag. Annar jarðskjálfti. Þetta er geggjað. Þetta er rosalegt. Þetta er monumental. Náttúruöflin. Ég held að náttúran sé að finna það er eitthvað shift í frequency. Það er rosalegt. Þetta er hundir. Þetta er þriðji jarðskjálfti núna í morgun. Vá, ekkert smá. Maður er að riða til hérna. Hvað varstu að tala um? Þetta er ekki gott fyrir kvíðakallarinn þar. Þú varst að tala um stelpunar að það er það getur upphafið sjálfaði á meðvitaðan hátt og Já, og bara, þú veist, allt þetta, bara maður fær bara trú á, sko, það er svo oft sem maður missir trú á mannkyninu, sko. En þú veist, ég mæti á æfingu og ég er bara svona, þú veist, það gefur mér bara trú, sko. Það er bara, við getum gert þetta, sko. Og svo náttúrulega með þessar stelpur, sko, það sem að þær breyta náttúrulega hjá mér er bara, ég ætla að passa mig að og til dæmis 10 og 11 ára strákarnir mínir núna, sko, þeir græða rosalega á því hvað þessar stelpur kendu mér, bara í hvað ég er að challengea þá með í dag. Og við erum í raun og veru að hækka rána bara í því, sko, hvernig er hægt að kommunikata við þessa krakka. Að það sem svo geggjað við körfuboltavöllin er það, sko, að leksíurnar eru allar, sko, á gólfinu. Þetta er allt í rauntíma. Þetta er alltaf gerast. Þú ert ekki bara að tala um hlutina abstrakt. Þú veist, krakkar læri ekki hlutina abstrakt. Sko. Ef þú getur bara spottað í mómentinu, þá skiljaðu þetta allt. Og ég er í raun og veru að ég hef meiri trú á og gerir meiri kröfur á strákana mín í dag út af til dæmis þessum stelpum. Þetta kendu þær mér. Ég hef, sko, frá því kynntist þér, þá hef ég heyrt í, held ég getur sagt, 2 eða 3 þjálfurum á mjög háu leveli sem hrífast mjög aðferðunum en þeir myndi ekki viðurkenna opinberlega. Hafa margir þannig haft samband við í gegn tíðina? Þetta er rosalegt, sko. Menn eru algjör að bleiður stundum, sko. Hafa margir haft samband við í gegn tíðina bara persónulega sem að veist að myndi aldrei þarf að viðurkenna opinberlega? Málið er, sko, það mér líður stundum, sko, ég er stundum að pæli bara hvernig Trump var kosinn, sko, þarna fyrst. Maður pældi því, sko. Að menn voru ekkert að stíga fram, þetta var ekkert vinsælt, svo er bara eitthvað undir svona, hvað sem er, undir aldan, sko, og undir straumurinn, hann er rosalegur. Og þetta virðist ekki vera politically correct að styðja, þú veist, þessar stelpur og þetta verkefni, sko.
og ég har veistu það, ég hef aldrei upplifað annað eins. Ég stoppar út á götu hérna bara high five og þetta geðveikt og svo erum við náttúrulega með hérna það sko En margir búin að spyrja að fá að setja börnin þín til sín? Það rignir yfir okkur sko, en við náttúrulega getum það ekki. Við erum bara, þú veist, við erum bara með lokuð slott, ég get tekið 2-3 10 ára stráka, eitthvað svo leiðis, en það ástæðan fyrir því líka að við viljum koma þessu í bæinn. Veitir endur ekkert hvað við getum, ég held að er þið bara biðruð þarna fyrir utan ef þetta kemur í bæinn, en það sem er magna það er að verða til algjörst superpower inn í samfélaginu, bara áhrifamenn í samfélaginu sem er að rotta sig saman núna og ég má 100 heita ef þetta hús rís ekki. Ef að sko Akrapolis Aþenu rís ekki. Hæltu í því. Þá er þetta orðið Hollywood. Er það verið? Þá er þetta Hollywood. Já. Er það verið húsið sem... Og klappa allir í lokin og bara Er það verið húsið sem þú tala um? Já, svona iðnaðabil. Það sko, ég fundi nokkur iðnaðabil, en okkur hefur bara vantað smá funding. Ég safnaði 36 milljónum í sumar í mjög miklum mótbyr, sko. 36 milljónum? Já. Hvernig fórst það í? I know people. Okay. Og menn eru svo heitir núna, þú trúir því ekki, sko. Þannig að það er nú kannski bara í ákvæði við þetta allt, svona er lífið, sko. Þú veist, stundu þú tapar þá ert að vinna, sko. Stundu þú ert að vinna þá ert að tapa. Var það ekki hérna white man can't jump? rosaleg referensur í körfbóltamyndir hérna. Woody Harrelson að reyna að tróða? Já. Geggjað. Woody Harrelson og Wesley Snipes? Já. Geggjað. Já, þú vilt komast í bæinn, segirðu. Já, og svona eiginlega bæði. Þetta er kjalneskur klúbbur og mun alltaf vera kjalneskur klúbbur. Kjalanesið bjargaði þessu dæmi. Þessu konsepti. Þetta er bara, við erum bara representing Kjalanes, skilur. Straight from Kjalanes. Straight out of Kjalanes, já. Hérna, mér langar að spyrja þig svolítið í lokinum þú ert náttúrulega að gera aðra hluti sem er Key Habits. Já. Hvað ert að gera þar? Þar ertu að kenna fólki markmiðarsetningu? Nei, hætti þessu markmiðar. Ég heiti Fossitan í sumar og hann sagði, ég kynnti fyrir honum. Hann sagði, ég þekki Brynjar. Hann er markþjálfi. Já, nei. Nei, þú veist. Hvernig myndur þú nota tungumál þetta? Ég skal segja hvað ég er að gera. Gildistjálfun? Nei, ég skal segja hvað ég er að gera. Ég er að klifra upp í háaloft hjá stjórnendum eða þeim sem eru með mannaforráð og taka til í sko vittinni sem hefur áhrif að gera. Sko málið er það, Sideland Sports er í raun og veru hugbúnaður sem að heldur utanum þessa vitt sem við köllum skilvirkni. Þú veist, efnislegi hlutir, taktíski hlutir og svo framvegis. En þetta eru 2 hlutir, sko. Þetta er efnið og andinn og ég áttaði mig á því, eftir þess að hún verður hæfari, þeim mun meira fara áhrifin að skipta máli. Af því að þau ert orðin hæfur og þá er þetta ekki bara spurningum að það að þú færir inn á völlin og standir þig vel. Ég segi alltaf við krakkana mína, hvað er mikilvægar en að fara inn á völlin og standa sig vel? Hvað er mikilvægar en að fara inn á völlin og standa sig vel, Sölvi? Standa sig vel fyrir utan völlin? Ja, það er völlur líka. Ok. Það er að fara inn á völlin og gera hina betri. Já, frábærpunktur. Já, og þegar þú ert komið þangað, þá ert ekki lengur að vinna með sko leikfræðan og taktíkin, þá ert að vinna með geðshræringar, þá ert að vinna með tilfinningar, þá ert að vinna með siðferði, þá ert að vinna með alls konar aðra hluti. Og þegar ég spyr fólk í þessum mannaforráða bransa sko, getur skrifað kaflana í bókina skilvirkni að fæið þitt, en svo bara þú sem fjölmiðlamaður. Og þú segir bara, já, ég geti það. Ef þú ættir að búa til svona kennslubóku hvað eru fjölmiðlar, eða bara, þú veist, alfræðorðað bókin. Og þú myndir bara koma með kaflana. En ef ég kæmi síðan að segja, já, þetta eru 2 vítir sem þurfa svo að fara saman, getur þú látið mig hafa kaflana bókina áhrif? Nei. Áhrif í fjölmiðlum? Nei, bara áhrif almennt. Áhrif sem þú hefur sjálf og fólki í kringu þér. Af því að það er ölltamilli það sem skiptir máli. Ég meina, ef þú ferð í háskólann, þá læriru í raun og veru sko efnislegu og faglegu hlutina. Svo kemuru og farið vinnu einhvers staðar og þar þarft að vera samkeppnishæfur. Og til þess að vera samkeppnishæfur þá þarft eiginlega að vera að gera hluti sem engin annar hefur gert. Þú veist, þú ert ekki að mæta þarna til þess að vera sko
eins og allir hinnir, eins og það var kennt í háskólanum. Reyndar eru þið miður rosalega margir í því. Já, en við erum ekkert að pæla í því. Nei. Við erum bara í möguleika sálfræðinni hérna. Og þjóð síðan komið þangað að þá er það ekki, sko, þá er það í raun og veru hversu mikil áhrif getur þú haft á sjálfan og fólki í kringu því þegar þú ert að gera eitthvað sem útheimtir bara ótrúlega mikla trú að þú þurfur að treysta og þurfur að vera tilbúin að gera mistök. Það hefur ekkert með faglegu þekkinguna þinn að gera. Þannig í raun og veru er sko eftir því sem þú ert komin herra, eftir því sem hækkar rána meira, þá fara áhrifin alltaf að skipta meira máli. Sumir fara í þetta plató, þar sem að þeir bara virði þeirra sko minnkar og þá er alltaf pælingin hver er næsta virðisaukning og næsta virðisaukning hjá einhverjum sem er orðinn mjög góður en er farin að platóa er alltaf áhrif. En þegar við erum að pæla í þessu sko Áhrif á aðra? Á sjálfan þig og aðra. Og leiðin til að hafa áhrif á aðra er að hafa áhrif á sjálfan þig. Okay. Þú veist, þannig að þetta er alltaf innan frá út. Og þegar maður er að velta þessu sko öllu fyrir sér, þá áttar maður sig á því að sko við vorum að opna Key Habits í London fyrir COVID, þannig að það var nú ekki verið mikið gert síðan, en þá sem sagt höldum við kynningu og það er einhver svona sem er í þessari senu sem kemur inn og horfur á fyrirlestur hjá mér og hann segir heyrðu, ég vil að þú komir og sért keynote speaker á einhverjum fyrirlestri og hann sendi mér vídeo af sem sagt ráðstefninu fyrirgefðu árið undan og þá var pælingin leadership born or built og menn voru svona svara þessu og mér finnst þetta mjög áhugaverð pæling, hvort er þetta meðfætt eða áunnið og hvernig myndir þú svara þessu? Ég myndi svara þessu náttúrulega kannski diplómatískt svara, þetta sé samblanda báðu. Já, ég veit það er bara horseshit sko. Af hverju segir það? Af því að það fer eftir því hver er spurður. Ok, hvað áttu við? Já, það sem ég á bara við það eru sumir sem eru bara mjög færir í því að sko vinna með svona hluti á meðvitaðanhátt. Þú veist, þannig að þetta, sko, the beauty is in the eye of the beholder. Já. Þannig að það sem ég er alltaf að átta mig á, það er það að ef að menn koma til mín og ætla að gefa mér eitthvað ákveðið svar, hvað veit ég um það? Það er ekkert sem segir það að sko, ef við brjótum niður alla þessa þætti undir áhrif, þá þú getur haft áhrif á sjálfsvitund, þú getur þjálfað hana upp, endalaust. Ég hef ekkert séð endamörkin á því þó að ég get ekki farið lengra. Þá er ekkert sem sannar það að það sé ekki hægt að auka sjálfsvitund. Hvað með sjálfstjórnun, tilfinningastjórnun, stjórnun á geðshræringum? Það er bara endalaust sem við getum þjálfað það upp. Hvað með drifhvöt? Þú veist, þegar þú tappar inn í óendanlega orku bara drifhvatar, þú veist, eins og foreldrakrafturinn eða móðureðlið og allir þessi hlutir og svo allir þessi hlutir sem tengjast bara, þú veist, samkennd og svo framvegis. Þannig að þetta eru allt hlutir sem liggja til grundvalla þess að vera til dæmis leiðtogi. Þannig að ég þoli ekki þegar einhver allar að fara að segja sko, ég skal segja þér hvernig það er, en þetta er mín reynsla. Þannig ég er að reyna að halda spurningunum svolítið opinni og ég er svolítið að segja, þetta er eiginlega pingu stupid question sko, þú veist, þetta er eiginlega bara hvað ertu tilbúin að kafa djúpt í þetta? Hvað ertu tilbúin að fara langt onni í þetta? Og það sem ég er að gera í Key Habits er að ég er bara að, eins og góður yngirflokkaþjálfari, þú veist, ég tek hérna sóknina og ég brýt hana niður í það sem við gerir með bolta og það sem við gerir án bolta. Og það sem við gerir með bolta er að þú tekur skot, þú gefur sendingu og þú ert að rekja boltan. Og þegar þú ert að skjóta, að þá getur það verið sniðskot, það getur verið stökkskot, það getur verið víti og svo framvegis. Og þegar þú ert að taka víti, þá er það hvernig þú stendur, það er hvernig þú horfir, það er hvernig höndin er og svo framvegis. Og ef þú ætlar að hafa áhrif, sko, ef þú ætlar að taka corporate markmið eða liðsmarkmið og hafa áhrif á það, þá þarf það að brjóta það niður á operational level. Og þá þarf það að pæla í því hver er minnsta eining velgengninar, þú veist, hver eru lykilvenjurnar. Og þá þarf það að átta það á því að það er hérna bara frumefni sem er bara úlliður og ég er að æfa hann sérstaklega sem gerir það verkum að ef þú brýtur þetta svona niður og ferð að vinna með svona tangible hluti að þá kemur það saman í eina heild. Og það er nákvæmlega sama því að ég er vanur að vinna þannig sem íþróttaþjálfari og þegar ég áttaði mig allt í því að ég er rosalega mikið að bæta mig í skilvirkni vittinni en liðið mitt er ekki að verða neitt betra af því ég get ekki haft áhrif að menn að gera þetta, ég get ekki kommunikata þessu, ég get ekki fengið commitmentið, menn eru ekki að mæta og menn eru ekki að kaupa þetta, að þá fer ég átta mig á því að
að þá er ég komin í platóið og ég er farin að halla stigunum á röngu vegg og ég þarf í raun og veru að fara að vinna miklu meir í áhrifum og ég held til dæmis fyrir mig í dag að því ég er svo mikill hálfviti sko ég er svona verkfræðingur ég er í raun og veru, ég er mjög mikill vísindamaður sko þú veist, ég er að analysa allt ég meina, ég er með sko ég og Bubbi vinur minn, við bjöggum til sko hugbúnað sem er í raun og veru bara vísindagræja þú ert bara að greina vinnuna þina og fá að sjá inn í alls konar Q og allt þetta og þegar ég var búin að vera þar svona rosalega lengi þá er bara heilin á mér orðin bara ógeðslega drillaður í því að hugsa allt út frá skilvirkni bara svo verkfræðingar og svo þegar ég ætla að fara að hafa áhrif á hitt dótið sko eða sem sagt fara að hafa áhrif á liðið mér þá fattaði ég bara það vill enginn fylgja þér, þú veist, það skilur þig enginn og þú ert bara með lélega aðgerðaráætlun og svo ert þú alltaf bara vælandi yfir því ef að leikmenn fylgja þér ekki eða eitthvað svo leiðis, sko því að tendensin hjá mér var alltaf þannig að þegar ég stóð mig vel sem þjálfari þá var alltaf bara, look at me segja hvað ég er góður svo þegar menn voru ekki að fylgja mér eða kaupa þetta, þú veist, eins og bara foreldrar sem eru óanaði með mig, sko, því að ég brást þeim ég bara gæti ekki tekið þau með að þá eru þau hálfvitar þú veist þannig að ég þarf eiginlega að fara að hugsa sko, nei, þannig tala lúsir sko þannig að þú þarftir raun og verið að segja sko, eins og með allt þetta dót sem er búið að ganga illa, þú veist, ég ætla að óna þetta allt saman og ég ætla að segja næst þegar ég er í þessari aðstæðu að þá þarf ég að geta haft áhrif á mig og fólkið betur en það þýðir ekkert að vera bara að tala um það, þú veist, þá þarf ég að brjóta það niður og hugmynd mín gengur sem sagt út á það að byggja þetta sem sagt skilsetti þitt í áhrifum upp á mjög svipaðan hátt eins og ég geri það í skilvirknishliðinni. Ok. Símiðin. Er þetta símiðin? Þetta er símiðin. Aha. Hann er að segja hvað klukkan er og hvað hítast í þér Ég hef aldrei heyrt þetta í símanum maður. Ekki? Það er margt skrítið að gera. Það eru jarðskjálftar og... Þú sér það, mér er slögt á símanum. Já, hérna hér. Ok. Þannig að ég klifra upp í háaloft og skipuleg hillukerfið. Þannig að sko, þegar ég er að fá stjórnendur sem eru mjög reynslumiklir, sko, þegar pælingin var þessi, þú veist, ég er búin að vera að vinna með mestu alfa hundum sko, í heimi, bara í ég var því í einhverju 17 ár. Ógeðslega erfiðir hérna kúnnar, sko, alfa hundarnir, þjálfarnir í þessum liðum. Já, ok, þjálfari í liðum, já. Já, þjálfari í liðum og svona. Og ég lærði það mjög snemma að vera bara cut the crap og ákveðin og kerið í gegn og ég hef alltaf verið svo spenntur, sko, að krossa yfir úr íþróttunum yfir í sem sagt corporate og ég er búin að vera þar núna í 5 ár og þetta er bara eitthvað skemmtilegast sem ég hef gert vegna þess að það koma inn þetta menn með alls konar reynslu og konur þetta eru yfirleitt menn samt sko þú veist og alls konar tróma alls konar vittleysu alls konar hluti og þegar bara sturtað á borðið og við erum að taka til í þessu til að processa þetta sko, bara hvað er þetta og hvað þýðir þetta engin prótokól, ég er ekkert að segja mönnum þú veist, hvað er ég að gera það whatever, bara taka til í þessu, þannig að hlutin séu aðgengilegir og svo er oft sem að við búum, ég kalla þetta sem svona hillukerfi sko og svo stillum við oft upp einhverjum hillum og menn svona horfi í þetta og segja svona, já, heru, þetta er hilla ég hef ekkert pælt í þessu þetta er hugmynd sem ég fekk þegar ég skrópaði einu sinni í skólan, var 18 ára gamall í Fjölbraut í Breiðholti þá fór ég og fann einhverja bók sem heitir eitthvað Everything About Basketball eftir Morgan Wooten sem var einhver high school þjálfari og hann kynnti til leiks eitthvað sem er kallað masterplan masterplan er þegar þú áttar þig á því hverjir, eða sko það er effort þitt til þess að reyna að búa til alla kaplana í þessari vídd skilja hvaða hlutir eru það sem að stjórna þér þú veist, það eru hlutir sem þú sérð ekki þú veist, blinduhliðarnar og hvernig færðu sýn með endurgjöf en hvað þú færð ekki endurgjöf þá þarftu að vera með einhvers konar masterplan sem er checklisti sem segir hvað ætlar að gera ef það er spilað á móti svæðisvörn hvað ætlar að gera þegar þú ert að dekka pick and roll hvað ætlar að gera í þessum og þessum aðstæðum og þetta er að nákvæmlega sama sem þarf að gerast í raun og veru þegar þú ert að takast á við bara hluti í áhrifavítinu þannig að þegar menn labba út þá er í raun og veru búið að valdefla þá til þess að halda áfram og vinna skipulegra með sína
filosófíu sem svo mikilvæg vegna þess að jobb einhver sem með mannaforrað í raun og veru ætti að vera bara alltaf, stefnan ætti að vera alltaf bara meira og meira að gera hinna betri. Þú veist, svona filosófikal sko. Ég skil. Nærðu þessu? Ég næ þessu. Og þetta ég búin að vera, þetta bara svo áhugavert sko, því ég tók í raun og veru bara nákvæmlega sama sko viðhorfið úr skilvirkni vítinni og heimfæri það yfir á áhrifavítina. Erum við ekki búin að fara að helsta? Þetta er mjög gott. Ég þarf að fá stelpunnar í heimsókn. Já, ég skal tala við þær. Já, þú verður að gera það. Það er lykilatriði. Takk fyrir að Takk fyrir að koma. Gefa mér þetta tækifæri. Takk fyrir að koma. Geggjað að fá þig heimsókn. Yndislegur. Sömuleiðis. Takk. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.